Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 707 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 18. nóvember árið 2025 klukkan 17 hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Róbert Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Ólöf Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishús sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar og Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóri. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál, fundargerð bæjarráðs frá 7. og 13. nóvember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. og 7. nóvember, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 30. október, fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember, fundargerð menntaráðs frá 14. nóvember, fræðslustefna innri fræðslu og endurmenntun starfsfólk 2025-2028 fyrri umræða og svo að lokum fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026-2029 fyrri umræða. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við hér bæjarstjórnarfundinn okkar og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 7. og 13. nóvember. Orðið laust fundargerðirnar. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 13. nóvember, lið 1, fjárhagsáætlun 2026-2029. Umbót og sjálfstæðisflokkurinn gagnrýna þau vinnubrögð sem hafa verið viðhorf við gerð fjárhagsáætlunar. Samráð við minnihlutann hefur verið afar takmarkað þrátt fyrir að vinna við áætlun hafi staðið yfir nokkur skeið. Þó að drög af fjárhagsáætlun hafi nú þegar verið lögð fram í bæjarráði til kynningar, hefur engin raunveruleg samráðsvinna eða sameiginleg umræða átt sér stað áður en að málinu er vísað til bæjarstjórnar. Umbót og sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á að gerð verið óháð úttekt á fjármálum Reykjanesbæjar, þar sem vinnubrögð við gerð fjárhagsáætluna hafa breyst síðustu misseri og samráð við minnihlutann hefur dregist verulega saman frá því sem áður var. Þetta á sérstaklega við nú þegar meirihlutinn, Samfylkingin, Framsókn og Bein leið hefur ákveðið að vinna megnið að undirbúningi fjárhagsáætlunar án aðkomu minnihlutans. Slík úttekt myndi styrkja ferlið, stuðla að réttari forsendum og auka gagnsæi í áætlunargerð. Ljóst er að núverandi framsetning á launatölum og tekjum vegna fasteignagjalda þar sem upphæðum er deilt niður á 12 mánuði skapar skekkju í raunverulegu sjóðstreymi bæjarins. Sú framsetning veldur ójafnvægi í fjárflæði yfir árið, einkum í upphafi árs þegar tekjur eru lægri. Þetta hefur þegar leitt til þess að á yfirstandandi ári að þurft hefur að grípa til skammtímalána með skömmum fyrirvara til að halda uppi rekstri bæjarsjóðs. Að okkar mati er tímabært að taka upp raunhæfari og faglegri aðferð við sjóðstreymisáætlanir til að tryggja stöðuleika í fjárflæði, bæta áætlunargerð og koma í veg fyrir óþarfa lántökur. Undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir umbót, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson og við óskum að þetta verði bókað. Kannski áður en að við höldum áfram þá væri gott að fá nánari útskýringar á umræddri bókun minnihlutans. Það sem forseti hefur áhuga að vita er hvað er átt við með aukinni vinnu án minnihlutans. Hvað er átt við með að meirihlutinn sé að gera meira án ykkar. Ef ég geti fengið meiri útskýringar á hvað þið eigi við í bókun ykkar. Já, það væri mjög faglegt að útskýra þetta samhliða hér þannig að fólk skilji. Hér eru beinni útsendingu þannig að við sjáum hvað þeir eru að tala. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Undir fundargerð Eignasjóðs verður minnihlutinn með bókun
og þar útskýrist það betur en ég hélt að það lægi bara í augum uppi eftir að lesin fundargerðin og rætt hópinn fjármál að það sé alveg skýrt að vinnan sem farið hefur fram fyrir fjárhagsáætlun hefur farið fram annars staðar heldur en sameiginlega eins og áður hefur verið og við töldum að við værum sammála að breyta vinnu við fjárhagsáætlun og vildum meiri greiningarvinnu, á til dæmis breytingum í samtíð menntaráð, vildum með akkurju menntasviðið væri að fara meira fram úr heldur en til dæmis í launum en kjarasamningar gerir ráð fyrir. Við vildum fá greiningu á fullt af liðum sem hefur ekki komið fram. Við vildum fá stöðu verkefna sem var óskað eftir í ágúst á stöðu verkefna eða bara hreinlega uppgjör á verkefnum. Það ekki komið. Þannig að það auðvitað margt þarna sem tengist fjármálum. En þetta kemur mjög sterkt fram í fundargerð Eignasjóðs. Þannig að það sé sagt. Takk. Forseti vill árétta hér að vinna við fjárhagsáætlun og vinna við fjármál sveitarfélagsins ekki sami hluturinn. Svona óska ég eftir skýringu. Hér eru þið að ræða undir fundargerð bæjarráðs sem snýr að fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Undir stjórn Eignasjóðs er verið að ræða aðra hluti. Við áttum vinnufund þar sem allir 11 bæjarfulltrúar voru boðaðir ásamt bæjarstjóra og sviðsstjóra núna fyrir hartnær 2 vikum síðan, ef forseti man rétt. Það var opinn fundur fyrir okkur öll, þar sem að öllum gafst kost á að spyrja sviðsstjóra út í þeirra áætlanir. Þannig að það að halda því fram að við hefum ekki verið í samráði við minnihlutann við gerð fjárhagsáætlunar bara ekki rétt. En við svo sem ræðum hitt hér á eftir gerir forseti ráð fyrir. Fundargerðir bæjarráðs eru hér opnar til umræðu ef að fleiri hafa óskað eftir að taka til máls. Forseti vill kannski koma inn á fundinn frá 7. nóvember inn á mál númer 6, fundargerði Kölku. Í áætlun Kölku fyrir 2026. Það var ánægjulegt að sjá að þar kom fram að vegna áætlunar ráðstöfunar og brennslu, endurvinnslu og urðun og Suðurnesjum lækkar talsvert frá fyrra ári. Þannig að flokkunin hjá okkur gengur mjög vel. Þetta má rekja til bætts árangurs í flokkun, þar sem aukið efni fyrir í endurvinnslu og við fáum þar að leiðandi úrvinnslugjald til að niðurgreiða kostnaðinn. Af því hlýst að við brennum minna en áður, en þó fyrirsjáanlegt vandamál handan við hornið og það textíll. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru Íslendingar að losa sig við að meðaltali 10 tonn af textíl á dag. Þetta orðið stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi og ekki síst hér á Suðurnesjum, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að rýna í. En í máli 7 fundargerð stjórnar almannavarna Suðurnesja undan Grindavíkur er gleðilegt að segja frá því að ríkið hefur samþykkt að greiða laun almannafulltrúa í hálft ár fyrir árið 2026 en næsta ár. Þetta stöðugildi skiptir okkur miklu máli í ljósi þess að náttúruhamförum í Grindavík ekki lokið þó að langt síðan að eldfjallið okkar lét heyra í sér síðast. Frá fundinum þann 13. nóvember vill forseti koma inn á mál númer 2 gamla búð. Reykjanesbær auglýsti gömlu búð við Dúsreyti nýlega og óska eftir áhugasömum aðilum til að færa húsið í eitthvað skemmtileg not fyrir íbúa. Allnokkrir áhugasömur hafa haft samband en verið að tala við þá aðila framhaldið. Vonandi verður ekki langt í að við opnum eitthvað skemmtilegt í þessu frábæra fallega sögufræga hús okkar. Gervigrasvöllur vetrarþjónusta, mál númer 3. Í þessu máli ákvað Reykjanesbær að kaupa græju sem heitir Avant 860 sem getur séð að hreinsa snjóinn af gervigrasinu vestan Reykjaneshallar. Græjan getur einnig nýst í að moka snjó á gangstéttum fyrir utan stofnanir eins og Reykjaneshöllina. Þannig að forseti vill þakka Hafþóri Birgissyni, íþrótta- og tómstundafulltrúa fyrir sína góða vinnu í þessu máli. En Reykjanesbær með fá gripið til sín núna í byrjun desember og fara að moka snjó eins og engi sé morgundagurinn komi hann á annað borð. En orðið laust kæru bæjarfulltrúar fundargerðir bæjarráðs, Guðbjörgur Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar,
Já, við fögnum því að ég vildi nú koma inn á það að við séum að kaupa þessa græju loksins eftir mikla pælingar og margar hringingar og vonandi verður þetta til þess að við getum haldið vellinum opnum lengur í vetur og nota hann. Þetta er mikilvægt verkefni, mikilvægt verkfæri. En varðandi fjárhagsáætlunarvinnuna þá upplifði ég það samt að ég var að koma á bæjarráðsfundi. Ég held ég að við komið á 2 núna þegar fjárhagsáætlunin hefur verið í umræðu og þar hefur alltaf verið talað að fjárfestingaáætlunin sé ekki tilbúin og þetta sé allt í fjárfestingaáætlunum og á þessum bæjarráðsfundum hefur meira verið kynning frá þessum stjórnendum ráðana. Svo vorum við með vinnufund upp á Ásbrú sem satt, 3 tíma fundur og þar var eiginlega bara áframhaldandi kynning á þessum Excel-skjölum hjá þessum stofnunum og ráðum og hvernig þau voru að reyna að koma sér inn í ramman. Við auðvitað náðum að krota niður fullt af atriðum og spurja en það var engin þannig séð vinnufundur með okkur þar sem var óskað eftir almennilegum umræðum eða tillögum og ég hefði kannski viljað fá meiri tíma til að sitja aðeins yfir þessu af því að við fengum nú til dæmis bara gögnin fyrir þessa bæjarráðsfundi morguninn til dæmis frá menntaráði þannig að það var nú lítið hægt að undirbúa sig þar og fjárhagsáætlunin svo öll kom þarna á daginn áður þannig að þetta er lítill tími fyrir fólk sem kannski að vinna úti þarna og þarf aðeins að rýna í tölur og hringja einhver símtöl og þannig að ég er svolítið sammála því. Það vantar meiri samvinnu við minnihlutann í fjárhagsáætluninni. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir, mér langar að koma aðeins inn í umræðuna sem er að þessu stað undir fjárhagsáætlunargerð og vinnu í tengslu við hana. Ég held að það sé ekkert hægt að deila neitt það hvernig fólk upplifir hlutina, það er bara eins og það er. Það náttúrulega eru samt alveg ákveðnar staðreyndir á borðum að fjárhagsáætlun held ég hafi verið á dagskrá bæjarráðs Reykjanesbæjar síðustu 10 fundi eða eitthvað álíka það sem hafi farið í ýmsa anga á henni og heimsótti fullt af atriðum. Það síðan hvernig við hvert og eitt okkar vinnum úr þeim gögnum og þeim upplýsingum sem við fáum og vinnum áfram með það. Það eru eflaust til allskyns aðferðir sem við leggjum öll mismunandi mat á það hvað er mikil samvinna og hvað ekki. En ég vil þó hvetja bæjarfulltrúa til þess að hafa það í huga að við erum að hefja hér fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Og það er ekki loku fyrir neitt skotið. Það eru allar upplýsingar sem liggja fyrir. Það eru öll gögn sem hafa komið upp á yfirborðið og búið að deila með okkur hverjum einasta lykli sveitafélagsins, okkur öllum bæjarfulltrúum. Þannig að bæjarfulltrúum erum öllum bara vel í stakk búið að nálgast upplýsingar hvern einasta þátt rekstrar. Síðan eru náttúrulega aðrir hlutir kannski sem ég skil alveg að koma fram í bókuninni ef að viljinn hafi verið sá að leggja fram stefnumarkandi ákvarðanir það hvernig einhver ákveðnir hlutir eru unnir og annað þvílíkt. Ég held ég get alveg tekið undir það er ekki búið að breyta einhverjum stefnum hvað það þættir en að það skorti aðgangi að gögnum, upplýsingar, aðgengi að starfsmönnum með annað. Það er allavega ekki mín upplifun og ég vil hvetja bæjarfulltrúa þá til þess að líka nýta tímann sem er á milli umræðna til þess að rýna enn betur og koma með tillögur til gagns í þessu umræðu. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er vaninn að á bæjarráðsfundum að standa ekki upp og vitni í það sem fólk segir. En ég tel mig geta vitnað í það sem ég segi. Það hlýtur að vera. Því að ég tók algjörlega gaslýsingu á bæjarráðsfundi í lok október. Það voru engin gögn almennilega komin. Við vorum búin að ákveða ramma svokallaðan fyrir löngu síðan.
Þá áttu eftir að koma með ákveðna tölur frá ákveðnu ráði, ákveðnu sviði og þá var bara ekki neitt komið. Bara ekki neitt. Og það ekki boðlegt. Þannig að síðan þetta búið að vera á dagskrá eins og réttilega bæjarfulltrúi Bjarni kemur fram með. Þetta réttilega búið að vera á dagskrá á bæjarráðsfundum en það hefur ekki verið neitt til þess að fara yfir. Og það bara hægt að nota tíma miklu betur. Og ég held að við eigum að taka menntaráð okkur til fyrirmynda sem verður tekið fyrir á eftir að ef að það eru vankantar að þá eigum við að sameinast með að laga þá. Ef þetta of yfirgripsmikið þá verðum við bara að finna á aðra leið ef við ráðum ekki við þetta. Þetta ekki boði. Þannig að það verður að segjast bara alveg svo sem að við ræðum þetta betur á eftir að því sögðu að þá brá og var miður mín þegar ég sá fundargerð eða fundargögn frá Eignasjóði. Þá skildi ég betur af hverju ég var ekki búin að sjá neitt að þessu. Þannig að gaslýsingi mín mátti bara ekki rétta sig vegna þess að það var einhvers staðar annars að vera að vinna hlutina. Það hlýtur að vera. Ég ætla að vona það allavega að það séu einhverju hérna inni í bæjarstjórn sem að hafa allavega verið að vinna með einhverju verkefni í einhverju og saman með bæjarstjórann. Hann situr líka í þessu. Við verðum að gera betur öll saman. En þetta væntanlega, hugsanlega, örugglega. Þetta síðasta árið sem ég með í fjárhagsáætlun. En ekki hefur mér orðið mikið ágengt varðandi það sem ég hef verið að koma með. Og kannski hefði maður þurft að taka brjálæðislega gaslýsingu bara bæjarstjórnarfundi. Það bara ekki mitt eðli. Kannski maður allt og mikið bara að ráðleggja, en kannski það ekki rétt eins og ég að segja. En það allan hægt að gera betur þá á einhvern annan hátt. Þetta ekki boðið eins og það Það alveg ljóst. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar aðeins að taka boltann af bæjarfulltrúa Margrétar Sanders. Í fyrra, þegar við vorum að vinna saman fjárhagsáætlunargerð, þá fengum við tímalínu. Þarna var fundur, þarna var næsti fundur, þarna var fjórði fundur, allt saman sameiginlegi fundir. Enda líka ég spyr bara hvað okkar hlutverk sem kjörna fulltrúa? Þið getur bara flett því upp. Því ég ætla ekki að fara að endurtaka það hér. En það stendur bara í bæjarmála samþykktunum skýrt í 43. grein og 48. grein. Ég velti fyrir mér, við fengum þarna fund og það alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Guðný Birna segir. Það var boðaður fundur með stuttum fyrirvara síðastliðinn laugardag. Það var vinnufundur. Fólkið, af því við erum að tala hér upplifun, sem sat þann fund sem í minnihluta, vissi ekki alveg hvað var í gangi. Býtu, ég búin að missa af öllum fundunum? Margrét, þetta bara eini fundur sem búin að vera? Já, það hefur engin annar fundur verið. Það hefur engin vinnustafa verið með okkur. Já, nú skil ég það okkur, ég var ekki að skilja ansi margt þarna. Þannig að við höfum oftar en einu sinni talað upplýsingaflæði, upplýsingagjöf og að við séum skilin eftir útundan. Þannig að, og það kemur bara fram hérna á eftir, hvað við erum að ræða. Þetta bara, okkur ber ábyrgð öll saman að vinna að fjárhagsáætlunargerð. En það eins og þannig, og bæjarfulltrúi Bjarni nefndi hér áðan, jú, við erum aðgang öllum sviðsstjórum og yfirmönnum Reykjanesbæjar. En við eigum að gera þetta sameiginlega. Við eigum ekki að þurfa að fara að boða sviðsstjóra á fund með minnihluta þegar þeir eru þegar búnir að funda með meirihluta. Okkur var bara ekki boðið að borðinu og það finnst mér bara grafa alvarlegt mál. Takk fyrir. Forseti vill aðeins bregðast hérna við þessari umræðu sem hér í gangi. Við áttum sameiginlegan fund á laugardeginum fyrir hálfum mánuði síðan. Það sem að öll gögn lágu fyrir, spurningar voru leyfðar allt milli heims og jarðar og hvernig við mátum stöðuna þá.
Þessi gögn voru tekin inn í bæjarráð og liggja hér fyrir fundinum í lok fundar, það er að segja fyrri umræða fjárhagsáætlun sem að fer svona í bæjarráð milli umræðina og eru sett til staðfestingar þann 2. desember næstkomandi. Að mér vitandi eru engar reglur formlega til það hvernig meirihluti og minnihluti eigi að vinna saman í nokkrum málum. En ég skal játa mig sigraða ef að sú vinnuregla er til einhvers staðar. Forseti væri bara til í að fá þá ábendingu að okkur beri að gera eitt né neitt. Ekki það, þessi meirihluti hefur alltaf vandað sig að vinna vel með minnihlutanum, núna undanfarin 3 kjörtímabil. Við höfum alltaf, svo lengi sem ég man eftir, í minni veru í bæjarstjórn Reykjanesbæjar tekið fundi saman til að undirbúa fjárhagsáætlanagerð. En kannski bæjarstjóri leiðrétta mig ef ég man ekki rétt eftir því. En við höfum gert þetta faglega og vel. Það að koma hér og halda fram að fundir fjárhagsáætlanagerð hafa verið án minnihluta allavega. Þetta er hluti af fundagerð bæjarráðs sem við erum komin hér en svo sér umræða eftir umrædda fjárhagsáætlun fyrir drög en hér er Helga María að rétta upp hönd. Ekki satt? Jú, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Já, ég er sem sagt að taka í fyrsta sinn þátt í þessari fjárhagsáætlanagerð sem bæjarfulltrúi og ég er svolítið hissa á þessum umræðum og þessari gagnrýni frá minnihlutanum. Það hafa verið haldnir afsakið, ég er smá stressuð, nokkrir bæjarráðsfundir þar sem að sviðsstjórar fóru yfir áherslurnar sínar. Og þar voru góðar umræður hvaða áherslur við vildum sjá. Þar að fara til dæmis vel yfir á menntasviðinu, hvers vegna þau voru að fara vel yfir rammann eins og bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom inn á. Þannig að mér fannst við fá mjög greinagóð og skýr svör við því á bæjarráðsfundinum. Hvað var þennan vinnufund, ég var erlendis þegar hann var haldinn, ég tók þátt í honum í gegnum fjarfundabúnað og ég undirbjó mig mjög vel fyrir þennan fund. Ég fór vel yfir öll gögn sem voru inn á okkar svæði. Ég kíkti yfir alla lykla og var að skoða hvar eru frávik, hvað er að gerast og ég bar fram þessar spurningar í gegnum fjarfundabúnaðinn upp á fundinum til þess að fá betri innsýn yfir hvað er að gerast með fjármálin. Þannig að ég skil ekki alveg hvaðan þessi gagnrýni kemur þar sem við höfum aðgang og þið hafið aðgang að öllu þessum gögnum. Mér finnst líka mjög eðlilegt að þið eruð að gagnrýna okkur fyrir óábyrga fjármálastjórn að það séu haldnir reglulegir fundir varðandi fjármál bæjarfélagsins. Við erum að fjárfesta fyrir milljarða og það er bara fullkomlega eðlilegt að það sé fundað með fjármálastjóra og bæjarstjóra til að fara yfir stöðuna. Þannig að, já, mér finnst þetta bara mjög sérstakt. Okkur hefur öllum verið mögulegt að skoða þessi gögn og koma okkar sýn á framfæri, bæði til meirihlutans og til sviðsstjórana, hvað við viljum sjá í þessari fjárhagsáætlanagerð. Og sama á Bjarni, fulltrúi meirihlutans, benti á áðan, þó er þetta fyrsta umræða. Þannig að það er alveg enn pláss til þess að taka við ábendingum það sem betur má fara. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ólíkt Margréti Sanders sem er búin að taka sennilega þátt í ansi mörgum fjárhagsáætlunum, þá er þetta nú mín fyrsta eins og bæjarfulltrúi Helga kom líka inn á. Ég er nú svo sem bara tiltölulega nýkomin inn hér inn sem aðal bæjarfulltrúi og þegar þessi vinna var að fara af stað þá
þá eiginlega bjóst ég við að svona flest, eða allavega þó nokkuð kvöld yrðu frátekin og jafnvel einhverjir dagar í vinnu, þar sem öll bæjarstjórnin kæmi saman. En það var kannski bara fáfræði mín að svo var ekki. En það sem að mér fannst sko svolítið við þennan laugardagsfund sem hefur verið rætt hérna, og það er kannski bara sko vinnufundur. Ég hef tekið þátt í mörgum vinnufundum, en þetta var svona allt öðruvísi vinnufundur heldur en ég þekki. Þannig að þess vegna var ég kannski þá bara ekki nógu vel undirbúin, að því að ég held að vinnufundur færi öðruvísi fram, en ég held nú ekki að eyða mörgum orðum í það núna. En bæjarfulltrúi Bjarni Páll kom hér réttilega inn á það að þetta væri fyrri umræða, það væri tími. En þá eiginlega spyr ég bara sem bæjarfulltrúi sem siti ekki í bæjaráði, hvaða leið hef ég eða við almenni bæjarfulltrúar til þess að koma okkar athugasemdum að? Er það bara á bæjarstjórnarfundi eða er það bara í gegnum okkar fulltrúa í bæjaráði? Höfum við einhverja aðra leiðir til að koma athugasemdum eða spurningum datt minnið út, fjárhagsáætlun fyrir afsakið. Hvaða leiðir höfum við? Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, bæjarfulltrúi Alexander. Við erum náttúrulega líka með hér Kjartan Má bæjarstjóra sem að sér okkar samskipti við sviðsstjóra, þannig að kannski eðlilegt að beina fyrirspurnum til hans og hann getur þá sent það áfram. Hafið þið fyrirspurnir eitthvað sem kom fram í máli sviðsstjóra? Þetta eru náttúrulega yfirgripsmikla skýrslu sem komið frá þeim, bæði verkefni sem er í gangi, þau sem eru framundan og verkefni sem eru utan ramma sem að við að sjálfsögum mátum hvað við getum gert og hvernig. Svo líka vangaveltur stöðugildi, þannig að endilega rýnið gögnin sem þið eru með. Það er hálfu mánuður til stefnu fyrir síðarumræðu, þannig að við höfum náðan tíma til að vinna betur úr þessari hlutum. En orðið er ennþá laust fundargerðir bæjarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs til þess að samþykkja fundargerðina vinsælaskeðamerki. Og hér vantar með atkvæði frá minnihlutanum og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kærar þakkir fyrir það. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin á annað mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. og 7. nóvember. Og í fundargerðunni nú eins og ávallt eru mál sem þurfa sérstakt samþykki og hefur forseti yfirferð á þeim málum, en þá einungis við mál frá fundinum þann 7. nóvember. Eftirfarandi mál sem samþykkja þarf sérstaklega á þeim fundi eru eftirfarandi. Mál númer 3, spítalareitur nýtt deiliskipulag. Í þessu máli lagt fram tillögu að deiliskipulagi fyrir svokallaðan spítalareit sem afmarkast af Flugvallabraut, Grænársbraut og Breiðbraut. Á svæðinu hefur verið gert ráð fyrir 2 til 4 hæða fjölbýlishúsum með alls 250 íbúðum. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð ekki breytingu á íbúðadreifingu deiliskipulagstillögunnar, heldur skal vera óbreytt samkvæmt vinnslutillögu sem kveður á að 35% íbúða eiga að vera 1 til 2 herbergja, 35% 2 til 3 herbergja og svo 30% 4 herbergja og aukið. Einnig ítrekar ráðið umsagnir Ísafi og Landhelgisgæslunnar vegna hljóðmengandi starfsemi flugvallarins. Samþykkt þó að senda tillöguna til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu með fyrirvara athugasemdir ráðsins. Mál númer 3 laust til umræðu. Þeir sem samþykkja þetta mál númer 3 vinsælaskeðamerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 4, Bolafótur deiliskipulag. Hér lagt fram deiliskipulag fyrir 30 íbúðir í alls 7 raðhúsalengjum á svæðinu Bolafótur 21, 23 og 27. Hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja senda tillöguna til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu, en orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég fagna því að það sé verið að byggja raðhús, að það fjölbreytileiki sem skiptir máli og metnaðarfullt verkefni.
Mér langar bara að ítreka og við búum svo vel að bæjarfulltrúi Róbert formaður umhverfis- og framkvæmdasviðs og vil ég beina því til hans og bæjarfulltrúa Guðberg sem líka á sviðinu í stjórn USKs, eins og maður segir, að umhverfis- og framkvæmdasviðs er nefndamaður þar að við verðum að passa hljóðvist og gera kröfur hljóðvist í þessum húsum. Það var þannig að í skipulagi hjá Njarðvíkurbæ á sínum tíma þá var ákveðið að vera með atvinnuhúsnæði þarna vegna þess að flugumferðin þarna yfir. Og það var talið að það væri ekki hægt að vera með íbúabyggð beint þarna undir. Núna náttúrulega tækninni hefur henni fleygt gríðarlega fram og ég vona því að þetta skipta ekki máli lengur. En það þýðir það að við verðum að nýta tæknina. Við viljum ekki fá seinna að það þurfa að loka flugbrautinni vegna þess að búið að byggja húsnæði þarna. Þannig að ég vil bara brýna okkur hérna og okkar fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og Helga María auðvitað líka, fyrirgefðu Helga mín, bæjarfulltrúa Helga, að við erum með 3 fulltrúa frá nefnd umhverfis- og skipulagssviðs að þið takið þetta til athugunar. Takk. Róbert Guðmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og gestur. Við höfum alveg rætt þetta. Ég bý svo vel að ég bý þarna aðeins ofar á Gónhól og bara þarna á næsta svæði við og þetta alveg rétt, það heyrist í flugvélunum. Reyndar hefur tækninni fleygt fram bæði í flugvélum og svo í hljóðvist og hægt að taka tillit til þess. Þannig að ég held að þurfum ekki óttast að íbúar sem komum til með að búa þarna þurfa að hafa áhyggjur af því að vera með mikinn hávaða eða frá flugvélum því það hægt að búa einangra og allt þetta, þannig að við töldum þetta ekki vera áhyggjuefni þannig. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Hér opið fyrir umræðu mál númer 4, Bolafót deiliskipulag, afsækja. Þeir sem samþykkt geta tillöguna vinsæla skeiðmerki. Hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 5, Hólagata Holtsgata deiliskipulag. Umrætt erindi var þegar staðfest af bæjarstjórn þann 17. október síðastliðinn. Þó var afgreiðsla umsagna ófullnægjandi svo taka þurfti málið upp að nýju. Hér lagt fram tillögu að nýju deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir 2 3 hæða fjölbýlishúsum með alls 21 íbúð og þjónustu á jarðhæð. Hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja að senda tillöguna til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Málið númer 5 hér opið til umræðu. Þeir sem samþykkt geta málið vinsæla skeiðmerki. Hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 6, Nesvegur 50 deiliskipulag. Hér að ræða breytingu á deiliskipulagi svæðisins sem áður var staðfest árið 2022. Skipulagssvæði nær núna einnig utan lóðina austan við Hafnaveg þar sem vatnstaka fyrirhuguð en auk þess lagt til auki byggingamagn vestanmegin. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir að senda tillöguna til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Mál númer 6 opið hér til umræðu. Alexander Ragnarsson ætlaði að samþykja bara. Þeir sem samþykja þetta mál númer 6 vinsæla skeiðmerki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, mál númer 9, dagmæður húsnæði. Þetta mál var að fyrirspurn dagforeldra að nýta heimild til afnota á landi undir aðstæðu fyrir þeirra starfsemi. Aðkoma húsnæðisins verði við Afreksbraut, Njarðvíkurmegin í Reykjanesbæ. Búið að gera grenndarkynningu. Umhverfis- og skipulagsráð leggur hér til minnkun á lóðinni úr 2635 fermetrum í 1630 og að húsnæði verði fært nær Afreksbraut. Þetta mál hér laust til umræðu. Þeir sem samþykkt geta mál númer 9 vinsæla skeiðmerki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 10, Hólmbergsbraut 2. Hér verið að sækja breyting á deiliskipulagi þar sem
Hólmbergsbraut 2 er skipt upp og stækkað til suðurs. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja breytingu á deiliskipulagi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda. Umræða hér, kæru bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykkja þetta mál númer 10 vinsamlega skeiðmerki. Og það eru öll greidd atkvæði hér komin í hús. Nú að lokum, kæru bæjarfulltrúar, er mál númer 13, Hafnargöta 77. Í þessu máli vera ósk eftir heimild til að skipta Hafnargötu 77 í 2 sjálfstæðar íbúðir fyrir sjálfstæðisfélagi. Nei, grín. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda. Mál númer 13 er hér opið til umræðu. Og hér fara allar hendur á loft, kæra þakki fyrir það. Nú orðið lausni fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Þeir sem... Jú, Alexander og Helga María. Forseti skynja vafa, nei, Alexander á launni. Já, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. nóvember. Það er mál 1. Það er þetta hérna. Á þessum fundi var nú er ég tækni, tækni tröll, þannig að það. Það er ekki millinett. Það er Fitjabraut, Fitjabakki, gangandi á hjólandi umferð. Ég hef nú komið áður og rætt þessi mál og við hér í Sjálfstæðisflokknum höfum margoft komið og lýst yfir áhyggjum okkar í umferðarmálum í sveitarfélaginu. Nú eru við í alls konar framkvæmdum sem nú vel og erum að skipuleggja ný svæði og það mikil aukning á umferð. Og við höfum af þessu töluverðar áhyggjur og höfum bókað þá og komið hér upp og rætt þetta áður. Að við viljum sjá að við tökum bæinn okkar í heild og gerum umferðargreiningu þannig að við séum ekki alltaf að leysa í raun eða reyna að leysa einhver ákveðin svæði og það bara oft á tíðum tilflutningur á vandamáli. Og því vil ég koma hér og árétta í raun bókun sem við gerðum á fundi þann 21. október og ætla ég þá að lesa hana hér upp. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram bókun á 705. fundi bæjarstjórnar þann 21. október þar sem segir meðal annars, með leyfi forseta, Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að staldrað verði við þegar afgreiðsla á nýjum deiluskipulagsáætlunum og breytingu á umferðaræðum. Mikilvægt að gerð verði heildargreining á áhrifum þeirra á samgöngukerfi sveitarfélagsins. Tilvitnun lýkur. Og því leggjum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins enn og aftur fram áherslu á að tafarlaust verði farið í heildarumferðargreiningu í sveitarfélaginu með hagsmuni allra í huga, gangandi, hjólandi og akandi. Þetta brýnt svo ekki verði óafturkræft slys í skipulagsmálum. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders og Guðbergur Einarsson, Sjálfstæðisflokki, og óskum eftir að þetta verði bókað. Róbert Guðmundsson, svo Helga María. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, bæjarstjóri. Ég ætla bara að taka undir með þér, bæjarfulltrúi Alexander, að við höfum öll áhyggjur á umferðarmálum. Þess vegna var þessi fundur boðaður sem aukafundur og við vildum ræða umferðarmál, sérstaklega á Njarðargötu og við nýja hringtorgið og reyna að ná svona yfir þetta allt saman. Ég bauð reyndar öllum sem sitja í ráðinu að senda inn fyrirspurnir á sviðsstjóra eða starfsmenn til að fá svör við
spurningum og áhyggjum sínum. Ég held að hafi enginn frá minnihluta sent inn spurningu. En allt í lagi. Einnig var ég bara mjög ósáttur við þennan fund að því þetta var aukafundur og við fengum lítil svör. Þau voru ekki tilbúin, sem er kannski skiljanlegt. Þau eru að reyna að fá heildarsýn yfir þessu umferðarmál og þetta verður á fyrsta fundi í desember sem þetta verður tekið fyrir aftur. Og ég hvet ykkur að senda spurningar til að starfsmennin geti undirbúið sig, komið svörin og hjálpa okkur öllum að leysa þetta. Takk. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Haldið að sé ekki léttar að koma inn í seinna skipti þegar maður er búin að brjóta ísinn. En mér langar líka bara að byrja því kannski að taka undir að einmitt bæjarfulltrúa Róbert að það sem við höfum áhyggjur af þessum málum og sérstaklega við Fitjabakkann. Við höfum líka lagt áherslu á það, við megum segja frá því að við sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs, framkvæmdasviðs, að það ná ónýtt stöðugildi innan sviðsins að nýta það í verkefnastjóra umferðarmála og samgöngumála. Ég held að það sé full þörf á því hjá sveitarfélaginu. Annars langar mig líka að vekja athygli á máli nr. 2 frá fundargerð bæjarráðs, 8. nóvember. Já, umhverfis- og skipulagsráðs, 8. nóvember, sem snýr að Hafnargötu, Ægisgötu og vinnslu til að deiliskipulagi. Þetta er mjög umfangsmikið verkefni og flott sem tekur til malarplansins við Ægisíðuna neðan við Hafnargötu og hluta Suðurgötu. Það hefur mikil vinna átt sér stað í samráði við íbúa meðal annars á fundi í Stapa. Tillagan gerir ráð fyrir að bæta við 225 íbúðum á þessu svæði en þar eru núna 80 til 90 íbúðir. Þar er lögð áhersla á lágreista og fíngerða byggð í anda þorps með nýrri gönguleið og bílakjallara undir svæðinu. Við heimiluðum að vinnslutillagan og hönnunarleiðbeiningarnar verði auglýstar og það verði haft gott samráð við hagaðila á auglýsingatímanum. Ég held við séum flest sammála því að þarna er bara stórglæsilegt svæði sem megi gera enn betra og eftirsóknarverðara með fallegri hönnun á byggð á þessu svæði. Þannig að það verður skemmtilegt að sjá hvað kemur út úr þessu. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég verð að hrósa bæjarfulltrúa Róberti fyrir sem formann ráðsins að væntanlega hefur hann haft mikið það að segja að það var haldinn sérfundur þetta. En þetta að senda inn fyrirspurnir eða koma með þetta þannig, ég átti dálítið erfitt með það. Því að ég hef bara, það hef bara verið ritgerð að greiningu minni á umferðarmálum Reykjanesbæjar og það sem framundan er. Ég á bara mjög erfitt með það. Ég var alveg til í að hafa skoðanir á fundi eða eitthvað svoleiðis en við höfum rætt þetta og þetta hafa okkar bæjarfulltrúar síðan komið með fram okkar áhyggjur. En bara það, og ég er svo sammála bæjarfulltrúa Helgu Maríu, að þetta er mjög fallegar og flottar hugmyndir sem er verið að koma fram með Ægisíðuna og Vatnsholtið, eða Vatnsnesið, eða hvað, já, og allar þessar nýju byggðir. Þetta eru flott hús, flottar byggðir, flottar hugmyndir, hvað þá þessi nýju eða hugmyndum miðbæ eða miðbæðasvæði, glæsilegar hugmyndir. En við þurfum kannski bara þyrlu til að henda fólkinu út úr bænum. Það er bara, ég sé ekki hvernig við getum náð þeim og það er bara spurning sem það er ekki að senda einhverja fyrirspurn. Hvernig ætlum við að koma þessu fólki út úr bænum? Og það er bara ekkit bara minnihluti, meirihluti. Ég held að við höfum bara eins og formaður Ösk sem sagði, umhverfis- og skipulagsráðs. Ég held að við höfum bara öll áhyggjur af því.
Og þess vegna mjög erfitt að vera eilíft að samþykkja svona risabyggðir á meðan við finnum ekki lausn. Það var verið að reyna að hafa veg meðfram sjávarsíðunni til þess að taka þungaflutninga og annað svolítið út úr þarna Njarðarbrautinni. En það stoppar á ákveðnum stað og við erum búin að bæta það mikið við á þeim svæðum að það bara spurning verður þá bara landfylling þarna inn á Fitjónum eða hvað. Ég sé það ekki miðað við núverandi aðalskipulag til næstu ára hvernig við getum þetta. Ég bara sé það ekki. Þannig að ég alveg sammála því að við þurfum kannski bara einhverja sem eru bara frábæri sérfræðingar. En það allavega að þessi sérfræðingar sem við höfum kallað til, og ég biðst afsökunar að vera gagnrýna sérfræðingar hér í ræðupúlti, að það ekki leiðin að loka bara öllum leiðum inn í Reykjanesbæ. Þurfum ekki þá bara að loka líka öllum leiðum út úr Reykjanesbæ. Verðum við ekki þá bara að vera eins og Vestmennir og sigla fólkin í burtu. Þetta þarf náttúrulega að vera eitthvað viti í þessu hjá okkur og við gerum það bara saman. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fyrirgefið hvað ég var lengi. Ég var að reyna að sjá hvernig hann var boðaður þessi aukafundur. Mér minnir nefnilega að vera boðaður bara umferðarmál og já, bæjarfulltrúi Róbert, þú óskaðir eftir spurningum og ég var nú erlendis en settist niður og skrifaði niður, ég held að þetta séu 20 eða 30 spurningar. En þar var ég að taka fyrir að blátopparnir virki ekki, umferðarteppurnar sem að myndast við KFC, öll Njarðarbrautin, rör undir Njarðarbraut fyrir krakkana þarna og það var svo sem samþykkt hér á þessum vettvangi að það ætti að koma gönguleið undir Grænásinn. Ég hef ekki séð að það sé neitt búið að ræða það ennþá og ég ætlaði að spyrja um það. Ég fór að skrifa niður umferðaröngþveiti við Reykjaneshöllina, umferðaröryggi við Grænashringtorgið, Rósarselsringtorgið, gangbraut meðfram Reykjanesbrautinni, alls konar pælingar sem ég var að setja niður. Það ótæmandi og þetta var bara sem ég var að byrja að skrifa niður og þá sendi ég nú reyndar á þig hvort þetta væri umferðaröryggi í Reykjanesbæ eða bara þarna við Fitjabakkann og þá fekk ég það skilaboð að þetta væri fundur bara Fitjabakkann. Sem vel en Eysteinn Eyjólfsson þarna í ráðinu með okkur og við auðvitað kröfðumst þess að þessi fundur yrði haldinn til þess að spyrja þessa spurninga af hverju var ekki gerðar öruggar gönguleiðir þegar hringtorgið var sett þarna niður. Og þá fannst mér eitthvað skrítið að þurfa að fara að senda það eitthvað sérstaklega í spurningu af því þessi fundur var auðvitað bara það. Af hverju var þetta ekki búið? Og ég bara spyr aftur, þú veist, af hverju var þetta ekki bara gert leið og hringtorgið var sett niður? Það hefur verið miklu auðveldara og einfaldara. En það var talað um að það tæki lengri tíma og kostaði örugglega meira, en hvað kostar umferðaröryggi? Þannig að ég fyrirgefðu mér að ég skildi þá ekki hafa sent þessa spurningu, en mér fannst hún óþörf þar sem að fundurum var fyrir þetta. Já, ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt upp eftir, en ég vildi allavega koma með þetta. Þetta var ástæða þess að ég sendi ekki inn, en ég tek þetta til mín og geri það næst. Kærar þakki fyrir góða umræðina, kæra bæjarfulltrúar. Róbert, viltu koma upp í svör? Gjörðu svo vel. Nei. Þú ert góður í stránkæðilegt annað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég tek alveg undir þetta með Guðbergi, bæjarfulltrúar Guðbergi og hann mjög ötull talsmaður umferðaröryggis og má eiga það. En við þurfum að klára þetta. Þeir voru ekki tilbúin með gögnin sem við óskuðum og við þurfum að klára þetta mál og við þurfum náttúrulega að fara í heildarsýn á umferðarmálum.
Þannig að svo það sé sagt. Takk. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar kannski líka bara að segja eitt út af því að ég man ekki eftir því að svörin sem við fengum varðandi að gera ráð fyrir gangandi vegfarendum á þessu svæði hafi kostað meira. Heldur hafi þetta verið tekið út einhverja hluta vegna, en það sem við ræddum á fundinum og er líka mögulega brýnt fyrir okkur, eða ekkert mögulega, það er bara brýnt fyrir okkur að skerpa á hjá okkur, það eru ferlarnir með það hvernig við undirbúum útboðsgögn og svona hönnun. Hver rýnir gögnin? Þau fóru allt of fljótt út, þessu gögn. Ég held að það sé alveg ljóst. Því að eftir því sem ég skilst þá hafi upphaflega verið gert ráð fyrir gangandi vegfarendum en svo einhverja hluta tekið út. Og þá þarf að vera eitthvað ferli hjá okkur sem að klukkar þetta til þess að koma í veg fyrir þetta. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skerpa á. En ég vil ekki kaupa það eða trúa því að við höfum verið að gera þetta til þess að spara. Kæru bæjarfulltrúar, þetta er holl og góð umræða. Okkur eru öll umhugað umferðaröryggi í bænum okkar. Forseta minnir að 2023, ef maður rétt, höfum fyrst farið í svona almenna umferðargreiningu og sérstaklega tengt þessum hættulegu svæðum okkur eins og Reykjaneshöll var á þeim tíma. Við brugðumst við því og settum strætóvasa, hleyptum börnum út á öðrum stað. Við tókum Ásahverfi sérstaklega fyrir til að vernda börn á leiðin út úr hverfinu. Við erum núna að bregðast við síaukinni umferð Fitjabraut og Fitjabakka og ég sé ekki betur en að göngustígar þar sé á lokametranum að klárast og það er vel. Kannski í ljósi okkar sérstöku aðstöðu sem svæði sem er að stækka svona ofboðslega mikið, svona ofboðslega hratt, þá erum við oft að grípa vandann þegar hann er kominn. Það er alltaf í einu brjálæðisleg umferð hér og brjálæðisleg umferð þar og við erum svona að hlaupa til að græja þetta. Og það er engin afsökun af þessu meirihluta eða okkur öllum. Þetta er bara þannig samfélag eru við orðin. Við erum orðin svona litla Reykjavík, leyfi mér að fullyrða. Við erum bara að bregðast við síaukinni umferð og það er eitthvað sem við verðum að setja á oddinn og það er líka bara gott að þetta er að koma upp hér. Þetta getur verið áhersluatriði meirihluta og minnihluta núna, næsta hálfa mánuðin að bætast sérstaklega við fjárhagsáætlun næsta árs. Við erum með umferðargreiningu í gangi ákveðin svæði á bænum sem liggja á en auðvitað þurfum að horfa á ástandi líka heildrænt út af því að þetta mun halda áfram að gerast. Fleiri svæði sprett upp eins og Fitjatorg og Fitjabakki sem við þurfum að bregðast við þannig að það er mjög gott og ég tek undir það sem bæjarfulltrúi Helga María segir að vera með ferlagreiningu á hreinu hvað við ætlum að gera hvenær og hvernig. Þannig að þetta liggi allt fyrir. Þannig að bara þakkir fyrir góðar umræðu og við höldum þessu góða verki bara áfram. Það er mikilvægt að börnin okkar séu öryggi í umferðinni. Af þeim eigum við fjöldan allan af og veturnar okkar eru dimmir, þetta skiptir okkur gríðarlega máli. Þannig að við erum gott verið sammála um það. En er ykkur að brenna inni varðandi fundargerðir umhverfis og skipulagsráðs? Svo er ekki þeir sem samþykkt geta fundargerða vinsamlega skýja merki og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að þriðja mál á dagskrá fundarins, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 30. október, orðið er laust fundargerðina. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og herra viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 fjárfestingaverkefni. Fulltrúar umbótar og Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir verulegum áhyggjum af fjármálastjórn meirihluta Reykjanesbæjar, Samfylkingar, Framsóknar og Beinnar leiðar. Og þeirri óstjórn sem birtist í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Samkvæmt fundagögnum stjórnar Eignasjóð og upplýsingum fjármálastjóra er gert ráð fyrir að fjárfestingar sveitarfélagsins á næsta ári verði 1,8 milljarður króna. Með fyrirvara að sú fjárhæð kunni að taka breytingum í meðförum meirihlutans.
Þrátt fyrir það er ljóst að þessi fjárhæð er langt undir því sem sést hjá sambærilegum sveitarfélögum og setur mark á getu bæjarins til að standa undir nauðsynlegum fjárfestingum. Af fjárhæðinni eru 1.350 milljónir ætlaðar í endurbætur grunnskólana sem þýðir að minna en 500 milljónir standa eftir til annarra brýnna verkefna. Þetta endurspeglar þann veruleika að rekstrarkostnaður sveitarfélagsins er allt of hár miðað við tekjur. Minnihlutinn ítrekar einnig áhyggjur af því að ekki skyldi hafa verið tryggt fjármagn til framkvæmda á yfirstandandi ári þegar á reyndi. Það leiddi til tafa á greiðslum til verktaka og þess að taka þurfti lán fyrir stórum hluta fjárfestinga til að standa við skuldbindingar. Einnig voru framkvæmdir sem höfðu verið hafnar stöðvar með tilheyrandi óhagkvæmni og kostnaði fyrir alla. Umbót og Sjálfstæðisflokkurinn gagnrýna einnig vinnubrögð þau sem við hafa verið gerð við fjárhagsáætlunina og hún hafi verið ófullnægjandi þar sem aðeins hefur verið haldinn einn fundur með fulltrúum bæjarstjórnar. Í fundargerðum Eignarsjóðs kemur fram að haldin hafi verið vikulegu fundir fjármál og fjárfestingarverkefni en að þeim hafi eingöngu setið fulltrúa meirihlutans, fjármálastjóri og lykilstjórnendur án aðkomu minnihlutans. Fulltrúar umbótar og Sjálfstæðisflokksins vísa hér til 43. greinar bæjarmála samþykktar Reykjanesbæjar. Þar sem fjallað kosningar og kjörgengi í nefndir og ráð og óska eftir svörum við eftirfarandi. Hvenær var þessi fjármálanefnd stofnuð? Hvers vegna hafa fulltrúar minnihlutans ekki fengið boð þátttöku í störfum nefndarinnar? Og að lokum í ljósi þess að bæjarráð hefur samkvæmt sveitarstjórnarlögum umsjón með stjórnsýslu sveitarfélagsins, undirbúningi og gerð árlegar fjárhagsáætlunar og samningaásreikninga er þá rétt að skipa fjármálanefnd og þannig að starfshættir hennar skerði eða breyti lögbundnu hlutverki bæjarráðs samkvæmt 48. grein bæjarmála samþykktar Reykjanesbæjar. Og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir umbót, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki. Ég óska að þetta verði bókað. Virðulegi bæjarfulltrúar, forseti vill bregðast hér aðeins við. Reykjanesbær var með á áætlun ársins í ár í fjárfestingar 1750 milljónir. Sá peningur var að klárast í sumarlok, þannig að halda það fram að óeðlilega stöðvun framkvæmda með óhagræði við bara áttum ákveðin pening og hann dugði þetta. Við fórum þá við öll í umræður hér í bæjarráði Reykjanesbæjar og í bæjarstjórn að fara í hærri lántöku til þess að geta haldið áfram með framkvæmdir í þessi 3 fjárfestingaverkefni sem að ákveði var að bæjarstjórn að einblína á leikskólana í Drekadal, Myllubakkaskóla og Holtaskóla. Það var gert þó að við séum ósammála upphæðirnar sem að við sóttum til Lánasjóðs íslenskra sveitarfélaga. Það er gert ráð fyrir 1850 milljónum á næsta ári sem er aukning 100 milljónir í fjárfestingum milli ára. Væri við til í að fjárfesta fyrir 7 milljarða að sjálfsögðu. Tekjurnar okkar eru bara ekki þannig úr garði gerðar. Svo það sé sagt. Við halda því fram, nú heyrðist mér bæjarfulltrúi Margrét halda því fram að óstjórn fjármála og gjöld fram úr tekjum. Ég hvet fólk bara til að skoða núverandi og næstkomandi ársreikning Reykjanesbæjar sem sýnir það ekki. Varðandi þessa fundi sem að minnihlutinn hefur ítrekað bent á hér í kvöld, þá er alveg rétt að oddvitar meirihlutans hafa hitt fjármálastjóra og bæjarstjóra fundi. Það er bara alveg kórrétt, enda erum við að reka þetta sveitarfélag. Við höfum verið að funda ýmis mál eins og hjúkrunarheimili okkar, stöðun á því, varðandi svör frá Lánasjóðnum lánið okkar. Þetta er engin fjármálanefnd. Þetta er ekki að fara gegn einum lögum að við tökum fundi og ræðum hvernig gangi í fjárfestingamálum samhliða. Öll gögn Eignarsjóðsins liggja fyrir mjög ítarleg Excel-skjöl sem eru frábærlega tekin saman af Hreini okkar deildarstjóra.
Öll verkefnin á augsviðsins liggja öll fyrir. Það að við hittumst og rýnum stöðu verkefna ábyrgðarhluti. Hér engin sérstök nefnd, hér engin auka laun. Hér við að ræða stöðu sveitarfélagsins sem við rekum. Það hægt að gera allt tortryggilegt og það allt í lagi. En hér við að taka að fullri ábyrgð þessa stöðu sem sveitarfélagið í miklu framkvæmdum, að sækjum lán til að halda þeim áfram sem við öll hér inni höfum samþykkt þó að mismunandi upphæð og erum að fylgja þeim málum eftir. Já, orðið laust. Fundargerðarstjórnar Reykjanesbæjar, Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fundargerðarstjórnar Reykjanesbæjar og enn höggum við í sama knérinn hérna í þessum ræðustól sem snýr þá að fjármálum sveitarfélagsins, hvernig þeim háttað og allt sem því tengist. Bókunin sem slík, þó svo ég nú ekki náð öllu inntaki í henni, en svona það sem maður heyrir þessi tónn, óstjórn í fjármálum, rekstrakostnaður allt og hár með við tekjur og þar fram eftir götunum. Ég held að sé ýmislegt sem kemur fram hérna í bókun sem eru bara hreinlega staðreyndir í rekstri sveitarfélagsins sem við öll sem sitjum hér þekkjum mjög vel. Það má alveg snúa þessu við líka og segja bara rekstratekjur í Reykjanesbæ eru bara einfaldlega allt og lágar miðað við þá þjónustu þörf sem til staðar í sveitarfélaginu. Og það bara staðreynd sem hefur verið ítrekkað komið með hérna upp og það má nú rifja upp ýmsar greiningar sem hafa komið til handa okkar bæjarfulltrúum á þessu kjörtímabili. Ekki hvað síst var það fyrrum formaður bæjarráðs Friðjón Einarsson sem var gríðarlega ötull í því að draga saman tölulegar staðreyndir og koma fram með upplýsingar það hver staða Reykjanesbæjar í raun og veru í samanburði við önnur sveitarfélög. Og ég hef oft velt því fyrir mér í þessu samhengi hverslags útlægi Reykjanesbæjar eiginlega í rekstri sveitarfélaga á Íslandi. Við verðumst mjög sjaldan passa inn í reiknimódel opinberra aðila sem eru að útdeila almannafé til sveitarfélaga og ef við pössum inn í þau og eða eitthvað að ganga betur okkar í hag þá virðast menn ákveða að breyta reiknimódelum annað því. Og ef við ætlum að tala eins og rekstratekjur, við getum til dæmis skoðað, ég var að skoða gögnum daginn sem að snúa að framlögum jöfnunarsjóðs vegna fasteignatekna í sveitarfélögum sem þá það sem að jöfnunarsjóðurinn að láta sveitarfélögin fá af því að þau eru með svo miklu lægri tekjur en aðrir út af því hvernig fasteignaverð í sveitarfélaginu. Reykjanesbær var að fá eitt hæsta framlagi þaðan eða 413 milljónir, Kópavogur 0, Mosfellsbær 47, Árborg 408, Hafnarfjörður 0 milljónir, Suðurnesjabær 128. Og svona getum við skoða gögnum rekstur sveitarfélaga á Íslandi í mjög víðu samhengi og þetta bara rétt eins og kemur fram og mjög oft í þessum umræðum að tekjuöflunarhlið Reykjanesbæjar ekki alveg í samræmi við það sem að gerast í mörgum öðrum sveitarfélögum. Og það kemur bæði inn á útsvarshlutana, þetta kemur líka inn á það hvernig tekjum að fasteignum skipt. Ef við horfum bara til dæmis á Suðurnesjabæ versus Reykjanesbær, það gríðarlega stórt opinbert fyrirtæki sem í eigu ríkisins í Suðurnesjabæ sem heitir Isavia sem greiðir 100 milljóna á ári í fasteignagjöld þangað. Á Íslandi einnig verið að reka opinbera stofnun sem heitir Landhelgisgæsla Íslands sem rekur fasteignir sem telja þúsundir fermetra í sveitarfélaginu í Reykjanesbæ. Það koma krónu 0 í því inn í fasteignatekjunum. Þannig að það svona ýmislegt hvernig þessu misskipt hjá okkur og ég veit bara að því sé haldið til haga að tekjuhlutin hjá okkur eitthvað sem við eigum að sameinast að vinna að og ég veit að við erum öll að því bæjarfulltrúar og ég veit alveg að við eigum framundan og eigum inni töluvert sterkt tækifæri sem munu skila sér sérstaklega í atvinnuuppbyggingarhlutunum sem munu bæði líka tryggja okkur það að við séum með fleiri og fjölbreyttari ávexti í körfin okkar því að við finnum náttúrulega svo sannarlega fyrir því núna að nú verðast allir landsmenn vera að vakna upp við það að það alls konar að gerast í ferðaþjónustunni
og við sjáum það strax á hitamælinum atvinnuleysi á Suðurnesjum þegar það verði einhverjir högtir í því. Og það sögulega enn á ný hæsta hlutfall atvinnuleysis á Íslandi og virðist bara vera krónískt vandamál hér. Ég sé ekki aðgerðaráætlanirnar koma hérna í hrönnum eða fundaboðin í hinum og þessum nefndum á Alþingi vegna þessa. Þetta bara virðist vera orðin einhver lenska hérna og eitthvað sem við ættum svolítið að taka til okkar, sko. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góðir gestir. Í bókuninni kemur fram að minnihlutinn ítrekar einnig áhyggjur af því að ekki skyldi hafa verið tryggt fjármagn til framkvæmda á yfirstandandi ári þegar á reyndi. Við gagnrýndum ekki að það væri tekið lán. Það eðlilegt í miklum framkvæmdum að það sé tekið lán en við þurfum líka að eiga fyrir afborgunum af lánum. Og það tryggt og það var tekið lán en mjög seint. Enda var kallað til fundar með mjög stuttum fyrirvara til þess að taka skammtímalán eins og við þekkjum og búin að fara yfir áður. Þannig að það nú það. Bara þannig að það sé algjörlega sagt. Varðandi nefnd fjármál. Það sem að skal sagt hér, það ekkert að því að meiri hluti Reykjanesbæjar fundi. Minni hlutin fundar. En að í gögnum frá eignasjóði Reykjanesbæjar, fyrsta mál, segir, með leyfi forseta, á síðasta fundi fjármál, þá heitir sem sagt nefndin eða hópurinn eða einhvað fjármál, á síðasta fundi, innan gæsalappa fjármál, sem haldin vikulega, voru mætt Hreinn Ágúst, Halldóra Fríða, Guðný Birna, Regína, Helga María, Valgerður Björk og Guðlaugur Helgi. Á þeim fundi lagði fjármálastjóri Regína fram fyrstu tölur sem hægt að miða við fjárfestingaverkefni 2026. Og þetta bara fundargerð, þetta bara fleiri línur þar sem útlistað, þar sem framfór á fundinum. Og kannski var þetta bara sendt rafrænt til undirskriftar. Þetta bara formlegum fundur. Þetta birt í gögnum, opinberum gögnum. Ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Ef að svo ef að þetta eru opinber gögn og þetta birt í gögnum hér, þá þetta opinber fundur, opinber nefnd og þá verið að halda minnihluta frá. Þá skulum við hugsa eitt. Það kom mjög góð tillaga fram hjá forseta að bæjarráð myndi eyða meiri tíma með fjármálastjóra og í fjárfestingaverkefni með þeim sem stjórna því og það voru allir sammála því. Aðferðafræðin vorum við aftur á móti. Það sem að ég sagði aftur og aftur og við rifumst mikið þetta, það var að mér fannst skrítið að það stofnuð sérstök nefnd meðan að í henni sætu eiginlega bara bæjarráð. En það segir í samþykktum, bæjarsamþykktum Reykjanesbæjar, með leyfi forseta, að þá segir bara hreinlega hér, bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarfélagsins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn ekki öðrum falin. Tillaga forseta og meirihlutans var að það yrði skipuð sérstök nefnd. Að endingu, og ég nefndi það sérstaklega, ef hún verður skipuð, þá mun ég vinna með henni. Ef hún verður skipuð, þá tek ég þátt í henni. Af því að auðvitað viljum við vera með, þetta mikilvægt mál. En það var ákveðið. Það var ákveðið að einu sinni í mánuði, síðasta fund bæjarráðs hverju mánuði, mundi vera lengri fundir og þeir áttu að vera frá 8 til 12 en yfirleitt bara lítið spjallað, lítið á dagskrá.
Ég skil það núna þegar ég skoða fundagerðina. Það er ekki bara í fyrsta máli fjárfestingaverkefni 2026 að tala nefndina fjármál, það sem bara farið hreinlega yfir með embættismönnum bara ítarlega, nákvæmlega yfir fjárfestingaáætlun, heldur líka í þriðja máli sala eigna. Og þá kemur á síðasta fundi fjármál var dregin upp svo hugmynd að selja og losa okkur við eignir sem við teljum ekki þörf á að eiga lengur. Meðfylgjandi skjal, sögumöguleikar eigna Reykjanesbæjar. Þetta bara í nefndinni fjármál. Og ég spurði fulltrúa Reykjanesbæjar náttúrulega, Sjálfstæðisflokksins, hvort að hann hafi ekkert gert athugasemd við þetta. Hann sagði bara, ég skildi ekkert hvað maður verið að tala þetta. Hann bara áttaði sig hreinlega ekki á hann, það væri bara einhver nefnd sem að bara poppaði upp og enginn vissi Og það ekki nóg með það, heldur í sjötta máli. Í sjötta máli, Myllubakkaskóli, staða framkvæmd og næstu verk 2025, farið verður yfir stöðu framkvæmd og kostnaðar í ljósi þess, þetta bara að tala til Eignasjóðs, í ljósi þess að lánveiting skila sér ekki eins hratt og vonast var til, en á síðasta fundi fjármál kom í ljósi að fjármagn væri ekki að berast til okkar fyrir í fyrsta lagi í desember. Og þá spyr maður sig, kom þetta fram á fundi bæjarráðs? Hefur þetta allt komið fram? Hvernig getur við passað upp á það fá allir þessar upplýsingar sem eru þarna að koma fram? Allavega, miðað við öll þessi mál sem koma fram í Eignasjóði, sem eru með brjálæðislega mikið fjármagn, þá verðum við bara hreinlega að vera með 2 fundi. Það fundur fjármál, þar sem að meirihlutinn hittist, og svo fundur fjármál sem minnihlutinn hittir embættismenn, eða bara stofna þessa nefnd sem að heitir eitthvað, ég man ekki hvað hún átti að heita, hún hétt ekki fjármál, fjárreiðunefnd eða eitthvað svoleiðis, og fara þá yfir það þar. Því að það segir, þetta bara skylda. Ég ber bara rosalega ábyrgð sem fulltrúi í bæjarráði. Þetta rosalega ábyrgð að vera í bæjarráði. Við erum að horfa til fjármála og stóru tölunar í þessum verkefnum. Svo sér maður bara einhvers staðar eitthvað viðtal við meirihluta og minnihluta einhver ljós sem að bara, hvað að tala bara ein í fríi og lesi einhvers staðar í mokkanum eitthvað sem að hafði bara ekki hugmynd Það ekki skrítið. Annað sem ég langar að nefna varðandi Eignasjóð. Fyrst erum hérna undir fundi Eignasjóðs. Það ekki hægt að þessi mikilvæga nefnd sem ég vil nú hrósa okkur hérna í bæjarstjórn að við börðumst fyrir að yrði sett á laggirnar, börðumst öll fyrir því, stóðum saman í því að mynda stjórn Eignasjóðs sem myndi kafa í þetta. Við erum komið með frábæra starfsmann, deildarstjóra eignaumsýslu og ætlum okkur að taka þetta föstum höndum saman, en fundir áttu að vera búnir að vera 11, áttu að vera einu sinni í mánuði fundur og ég heldur að það sé búin að vera 5 eða 6. Svo tölum við það að það sé illa mætt á fundina. Ég búin að tala við 3 nefndamenn af þessum fjölda sem þarna inni, 2 aðalmenn og 1 varamaður, og það segja allir það sama. Það ekki fundir á þeim tíma sem á að vera. Það losarabragur á hvenær fundirnir. Þetta ekki tilbúið og annað, maður skilur það sömuleyti, en þegar verið að fresta fundi vegna þess að einungis 3 komast á ákveðnum fundartíma og svo fundinum breytt, en það samt bara 3 sem mæta. Það vegna þess að þetta með mjög stuttum fyrirvara. Síðan gögn að koma inn mjög seint og eins og bæjarfulltrúi Guðbergur nefndi þegar fjallað var fjárhagsáætlun í bæjarráði, að þegar það að koma brjálæðislega stór og mikil gögn klukkan 7 að kvöldi, að það mjög erfitt að liggja við því og hringja í fólk og fá upplýsingar og annað. Við verðum að gera betur. Stjórn Eignasjóðs, ef að það óvirkir einstaklingar sem ég skil alveg, þá þarf að skipta þar ég alveg sammála því. En ef að ástæðan vegna að hringlandaháttir með fundartíma og fleira, þá það bara allt annað. En það sem að ég að leggja áherslu á hér meirihlutinn hefur leyfi að sjálfsögðu til að gera hvað eina sem honum
hentar. En ef að meirihlutin ætla sér að valta yfir minnihluta, þá skulle þið bara gera það löglega. Hafið það þá formlegu fundi og formlegri fundagerð, en ekki vera að vitna í þetta í opinberum gögnum í stjórn Eignarsjóðs Reykjanesbæjar, þar sem eru birta bara heilu fundagerðirnar. Þið ráðið eins og þið segið, það alveg rétt. Og við verðum bara að kyngja því, við verðum ekkert að grenja við því. Þetta ábyrgð ykkar, þið eruð í meirihluti. Og ég fór inn í fund fyrir 2 árum síðan, var einstaklega mikil samstaða í fjárhagsáætlun. Við greiddum atkvæði með fjárhagsáætlunni, Sjálfstæðisflokkur. Í fyrra þá sátum við hjá, en þökkuðum fyrir frábæra vinnu. Það voru atriði sem við áttum mjög erfitt með að samþykkja. Við áttum mjög erfitt með að samþykkja og sátum hjá og gerðum grein fyrir því, en þökkum í leið í bókunni fyrir frábæra framföra vinnu. Þess vegna sárt að horfa upp á þetta svona. Þetta það sem stóra máli núna. Það eru fjármál sveitarfélagsins. Vegna þess, eins og bæjarfulltrúi Bjarni Páll nefndi, við erum með of lágar tekjur. Við erum Reykjanesbær að fá næstum allt fjármagn úr jöfnunarsjóði sem úthlutað til jöfnunar tekna vegna lágra tekna sveitarfélagsins. Við erum að fá hellingspening frá jöfnunarsjóði og við erum að fara að hækka til 2029 1 milljarð og hlutaði kemur inn núna. Þannig að við erum að fá svona bótagreiðslur, en við viljum auðvitað frekar hækka meðaltekur hér í Reykjanesbæ. Það hlýtur að vera okkar markmið. En aftur, það eru bæjarmálasamþykktir, annarkvort þið með nefndina fjármál eða ekki. Ef að þið ætlið að halda ykkur við það að vera með fundin með meirihluta og starfsmenn Reykjanesbæjar fjármál, þá óskar minnihlutin eftir hér formlega við bæjarstjóra að fá fund með sömu starfsmönnum þar sem að minnihluti hittir þessa starfsmenn. Vegna þess að annars þar erum við ekki að fá þessar upplýsingar. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já. Ég ætla að fá að taka þátt í þessu umræðu og ég tek heils hugar undir það sem bæjarfulltrúi Margrét Sandnes að segja. En tilefnið okkar að við fórum að rýna þetta voru svör sem við fengum í bæjarráði, þar að segja ég, undirrituð, Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi Umbótar og Guðbergur Reynisson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Og við veitum öll, til sem sitið í meirihluta og við sem sitjum í minnihluta, hvað kom fram á þeim fundi þegar við fórum að gagnrýna þetta. Stóra málið eru náttúrulega fjármál sveitarfélagsins og hingað til, kæru bæjarfulltrúar, höfum við staðið og unnið saman að fjárhagsáætlunargerðinni. En það bara allt annað upp á teningnum núna. Bara allt upplýsingaflæði, þetta bara ótrúlegt. Og í ljósi þess, þá ætlum við í minnihlutanum hér að koma með bókun. Við erum að tala opinber gögn. Þetta í fundagerð Eignarsjóðs. Þarna verið að ræða nefnd sem kallast fjármál. Lýðræðislegt ferli í sveitarfélögum krefst þess að meirihlutin uppfylli upplýsingaskyldu sína gagnvart öllum kjörnum fulltrúum. Þegar upplýsingar eru einungis lagðar fyrir einn hóp eins og verið að gera, mun skapa ójafnvægi aðkomu og ákvarðanatöku og rýna aðhald sem grundvallar hlutverk minnihlutans. Óljóst líka annað sem mjög áhugavert. Óljóst hvað tefur afgreiðslu lánsins frá Lánasjóði sveitarfélaga. En tafir að þessu tagi, það geta haft áhrif á niðurstöðu rekstrar og áætlunargerðar. Ef ekki liggja fyrir skýrar upplýsingar á stöðu málsins eða hvort sérstök nefnd fari með umsjón þess, verður að meta áhrifin á fjárhag og ábyrgðarskiptingu. Við í Umbóta og Sjálfstæðisflokki höfum ítrekað gagnsæi og jafna aðkomu að lykil upplýsingum sem eru forsenda traustar og faglegar vinnu og við höfnum þeim ásökunum sem hafa komið fram frá meirihlutanum. Við í minnihlutanum
Minnum á að kjörnir fulltrúar bera sameiginlega ábyrgð á gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana sveitarfélagsins. Til að sinna þeirri ábyrgð af fagmennsku og í samræmi við góðar stjórnsýslureglur nauðsynlegt að aðgangur að upplýsingum sé jafn rétthár, að ferli sé gagnsætt og allar forsendur liggi skýrt fyrir. Ábyrg fjármálastjórnun getur ekki byggst á upplýsingum eða óljósum verkferlum. Hún krefst fullkomnunar, samlegar ábyrgðar allra sem að málinu koma. Við óskum að þetta sé bókað og undir þetta ritar Margrét Þórarinsdóttir umbót, Margrét Sanders, Guðbergur Einarsson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Orðið laust fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 30. október. Forseta langar aðeins til að koma inn á þessi mál og þetta bara athyglisverð umræða hér. Svo það sé sagt aftur, það ekki til nein nefnd sem heitir fjármál. Það hefur verið sett hann inn í fundargerð stjórnar Eignasjóðs að það hefur verið rætt fjármál af þessum einstaklingum, það alveg rétt, en það ekki til nein formleg nefnd sem heitir fjármál. Svo það sé sagt hér í þriðja skipti. Það alveg merkilegt að hlusta á þennan minnihlutastundum út af því að við höfum, eins og forseti kom inn á hér áðan, vandað okkur allt kjörtímabilið að vera í þéttu samstarfi, en hér hafa komið upp gagnrýni á þennan meirihluta og ná gagnrýni og ná fleiri gagnrýni á hverjum einasta bæjarstjórnarfundi svo langt sem að forseti man óstjórn í fjármálum, óábyrg fjármálaumsýsla, ekki nóg gert en á sama tíma keyrt fram úr, krafa meira, eigum að gera minna, gjöldum fram tekjur sem bara fyrir ekki kjaftaði, ég segi það bara. Við erum gagnrýnd fyrir að byggja, við erum gagnrýnd fyrir að stoppa, við erum gagnrýnd fyrir að fjármagna okkur í áframhaldandi framkvæmdir, við erum gagnrýnd fyrir að gera ekki nóg, og sama skapi gagnrýnd fyrir að gera eitthvað. Þannig að þið afsakið, kæri minnihluti, að við erum orðin svolítið samdöina á að þessi gagnrýni bara orðin talsverð og svo það sé sagt, samstarfið hefur verið betra. Svo forseti sé bara fullkomlega hreinskilin hér inn. Það ekki þar með talið að við höfum ekki fullkomlega trú á ykkur sem bæjarfulltrúum, en hér eru við grýtt á hverjum einasta bæjarstjórnarfundi, fund eftir fund eftir fund af gagnrýni frá ykkur í fjármálum. Á sama tíma komið þið hér með gagnrýni að við séum að sinna fjármálum. Þannig að ég pínu týndina. Hér erum við að ræða fundargerð stjórnar Eignasjóðs sem orðið ofboðslega dýrmætt og stórt batteri fyrir okkur. Hér verið að fara yfir mánaðarlega fasta fundi, hvort þeir eru 3. eða 4. fimmtudag í mánuði, þannig að kemur á óvart að fólk viti ekki hvað dagur það en það hægt að endurskoða það. Þannig verið að leggja til fjárfestingar, þannig fjárfestingarlisti sem við höfum samþykkt. Og það skal alveg sagt hér að ef við værum tekjuhærri þá gætum við framkvæmt meira og við gætum fjárfest meira. Við erum með 2 verkefni, forgangsverkefni sem Myllubakkaskóli og Holtaskóli og til að klára þessar stofnanir þarf við 4 milljarða. Við erum samt búin að vera að vinna í þessum stofnunum í mörg ár. Og það sé verið að gagnrýna að setja ljós í þessa skóla. Við verðum að geta átt heiðurfest samtali hvað við erum að gera þarna. Það leitt að hér verið að upplifa eitthvað vantraust, en svo það sé alveg skýrt, við ræðum fjármál líðandi stundar við bæjarstjóra og fjármálastjóra. Við gerum það. Við sinnum því að ábyrgð að sveitarfélagi gangi vel og réttilega. Já, það þarf ekki að hafa fleiri orð það. Bjarni Páll Tryggvason, svo. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hérna upp undir fundargerð Eignasjóðs.
Við erum alltaf búin að fara víða völl í þessari umræðu og við erum búin að, og hún greinilega líka mjög tilfinningarík á ákveðnu leyti og stór orðlátin falla hérna. Við höfum rætt svolítið, ég væri svolítið ringlaður í því hvað við erum að tala sem opinber gögn og hvað eru gögn sem eru birt í fundargerðum og annað þvílíkt. Í fundargerð Eignasjóðs sem sannarlega opinbert gagn og birt á vefsíðu Reykjanesbæjar, með leyfi forseta þennan lið 1 sem hvað mest fjallaðum, stendur fjárfestingaverkefni 2026. Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu, kynnti áætlun fjárfestingaverkefni ársins 2026. Farið var yfir drög að fjárhagsramma fjárfestinga og rætt forgangsröðu verkefna lagt fram til kynningar. Og bara til að það sé sagt líka inn í þessa umræðu, til þess að fólk skilji kannski samhengi hlutana, að í fundargögnunum sem eru lögð fyrir þá sem sita fundinn áður en að hann haldinn, til þess að fólk geti undirbúið svona þvílíkt, að þá þessi formáli sem að vísa til að tala eitthvað fundur sem heitir fjármál sem fjallað þarna og síðan fylgir með í fylgigögnum til allra sem í nefndinni og það aðgengilegt öllum bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum, gríðarlega ítarlegt Excel-skjal þar sem hver einasta fjárfesting sem verið að vinna talin upp og kostnaðartölur sem tengjast henni og annað þvílíkt. Þannig að við erum aðeins að vanda okkur bara, ég tek undir það, við erum aðeins að vanda okkur þó svo að málin standa okkur nærri og séu heita, við séum að mála hlutina ekki þeim litum að séu verið að gera eitthvað þætti sem eitthvað mjög undarlegir, þó svo ég get alveg skilið að það sé hægt að setja það í það samhengi. Þannig að það þessi spurning hvað eru opinber gögn og hvað eru síðan gögn sem eru vinnugögn til undirbúningsfunda og ákvarðanatöku í nefndum og ráðum. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Það er ekkert óeðlilegt við að meirihlutinn hittist, en það er óeðlilegt að vitna í það í gögnum til nefndar að nefnd sem að meirihlutinn skipaði sjálf sé að fjalla og hugsa og ákvað þetta og hitt. Það er óeðlilegt. Og ég verð að segja það þeim til hrós í menntaráði að þegar það koma upp atriði sem við viljum bæta, þá eru menn sammála það. Þannig hægt að vinna. Og þeir sem að hafa stjórna fyrirtækjum eða eru að stjórna fyrirtækjum eða hafa setið í bæjarstjórn eða bæjaráði lengi ætti að vita það að við verðum að laga og gera betur í stjórnun á fjármálum. Eitt dæmi, þegar að talað uppgjör á verkefnum sem lokið, þá verðum við að fá alvöru útskýringar á frávikum. Fara yfir nákvæmlega hver áætlunin og af hverju hún ekki að standast. Þarna Eignasjóður að koma sterkur inn og deildarstjóri eignaumsýslu hefur verið allur að vilja gerður, en hann á að vera að sjá verklega framkvæmdir og fylgja því eftir. Það var að styðja miklu betur og þá eigum við að hugsa hvernig á að gera það þá. Hvernig á að gera það þá? Að því að tala ljósin sem að ég ætla ekki að nenna einu svona ræða, að þá það áhugavert að í umræðinu 153.000 króna ljós, eða hvað við kostuðu, 1 ljós á 8 í hverja skólastofu, að þá eigum við að vera bara opin fyrir gagnrýni og segja já. Ég meina, eru þetta ekki það mikil gæði að við viljum að börnin okkar verði með bestu ljósin? Jú, það nákvæmlega það sem við viljum. Ok? En af hverju eru þá menn að segja að sé hægt að fá miklu ódýrari ljós? Af því
að eftir að tala við 3 öfluga verktaka rafvirkja hér á svæðinu, 3 af handahófi, nota bene. Það voru allir sammála því að útboðslýsingin á ljósum í skólastofunnar var svo þröng að þetta svipað og að við værum að gefa jólagjöf til kvenmannana sem vinna hjá Reykjanesbæ og þær ættu að fá veski. Og við myndum segja bara í útboðslýsingu að við ætlum að kaupa þetta mörg veski, 1000 veski, en þau verða að vera með Louis Vuitton merkinu. Og það koma fullt af tilboðum af Louis Vuitton verskum, en ódýrast af þeim ógeðslega dýrt, en miklu ódýrar en hin. Og það keypt. Útboðslýsing þarf að taka mið af því að það sé ekki bara hægt að bjóða í eina tegund. Og Reykjavíkurborg, það þarf nú mikið til að Sjálfstæðisflokkurinn stendur hér uppi, allur Sjálfstæðisflokkurinn, eða allavega oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, og vill bara hæla Reykjavíkurborg að þeir lærðu af braggamálinu. Þeir lærðu af braggamálinu og það kemur hreinlega fram að það eru í verklýsingu varðandi útboðsskilmála að þá bara skylt að hafa það ekki svo lokað að það þurfi að vera að taka dýrustu hlutina ef hægt að fá sambarleg gæði. Þar bara fyrirmynd sem við eigum bara að skoða. Það ekki boði að vera með útboðslýsingar svo þröngar að við lendum í að kaupa allt á dýra hluti. Ætla ég að kenna einhverju hérna inni það? Nei, en vinnubrögðin heilt yfir. Og mér fannst einmitt mjög gott að bæjarfulltrúi Helga María komi fram áðan og við vorum að tala hvernig við erum að bjóða út eins og Hringtorgið. Að þarna við bara að segja, nei, við verðum að staldra við. Við verðum að hafa eitthvað sem lest á yfir sérstaklega og gefa þeim tækifæri til þess og ráðrúm. Erum við að hraða þessu miklu? Erum við ekki að setja fólk á rétta staði? Og auðvitað veit ég að starfsmennir myndu segja að allan á sviðsstjórnir, við erum of fámenn, en vonandi ekki. Þannig að við höfum bara að gera betur. Og aftur, það verið að tala að við séum gargandi yfir þessu. Það kannski vegna þess að breytist ekki neitt. Við skulum nefna dæmi. Á fundi, fljótlega eftir að ákveðið var að bæjarráð myndi fara yfir fjármálin, þá voru við að óska eftir að við myndum fara yfir sjóðstreymi hverja mánaða fyrir sig, svo kallað fjárflæði. Peningar inn, peningar út. Hvenær fara þær inn, hvenær fara þær út. Og svo sem stendur hér, eittirast í heilum degi að fara yfir þetta. Skipti það einhverju máli? Það voru bara villur í sjóðstreyminu. Skipti það máli? Nei. Næsta fundi var ekki búið að breyta því. Það í lagi að hafa þetta svona? Ég bara núna hér sem einstaklingur sem bara að biðja að við lögum þetta. Reynið að segja að það sé að koma kosningar og þess vegna ég að segja þetta. Það bara ekki rétt. Það ekki rétt. Ef ég væri í meirihluta, þá myndi rjúka úr hausnum á mér og reyna að réttlæta ef þetta ekki í lagi. Þeir eigi ekkert að gera það að mínum mati. Þeir eigi bara að segja að það verður bara að laga þetta. Og ég hélt að það væri það sem væri verið að gera með því að hittast mánaðarlega í bæjarráði, en það hefur verið freka þunnu 13. þar. Við þurfum allavega að endurskoða þetta. Það alveg ljóst hvernig við vinnum þetta. Orðið laust. Stjórn Eignasjóðs fundargerð. Forseti skrapp hér aðeins til hliðar og kom inn aftur í umræðu veskakaup á Louis Vuitton. Jólagjafir, þannig að ekki alveg átta mig á hvaðan sú umræða kemur inn á, en ég heyrði ykkur umtala ljós.
kannski bara varðandi allavega afstöðu forseta í þessu máli að þessi ljós voru skoðuð, voru greind, farið yfir kostnaðarliðina á þeim. Ef að minni ljós hefði verið keypt, hefði þau verið tvöfalt fleiri. Þegar að Morgunblaðið hringdi í forseta til að ræða þessi ljósamál 3 dögum eftir að fyrsta frétt kom út, að þá benti ég blaðamanni á því að annar skólinn er 5.700 fermetra tæpir, hinn er 8.015. Þetta eru stóra byggingar og því fjöldi ljósa. Inn í þessu verð uppsetning sem kannski skekki myndina aðeins, en við sem erum að byggja hér vítt og breitt landi vitum alveg að hlutir eru orðnir dýrir. Það afsakar ekki að upphæðin í sjálfu sér er há og það er alveg ljóst, en þegar við erum með á verkstað byggingafræðinga, ráðgjafa frá verkfræðistofu, deildarstjóra eignaumsýslu, sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs sem hafa aðgang að innkaupastjóra, fjármálastjóra og bæjarstjóra, þá verðum við að gera ráð fyrir því að bestu ákvarðanir eru teknar í hag þessu sveitarfélags. Það kostar okkur mikla peninga að endurbyggja þessar byggingar. Við höfum líka alveg geta sleppt því, bara loka ákveðnum vegg og tekið sénsinn og þetta væri óheilsusamleg hús fyrir fólkið okkar. Við kusum að gera það ekki. Þegar við viljum ekki fara þangað, að mati kennara sem eru þarna alltaf, að mati sérfræðinga sem vinna í þessum stofnunum 200+ daga á ári, þá er betra að vera með dimmanleg ljós. Er það ábyrgðaraðili meirihlutans að koma þarna inn og segja nei, við kaupum ódýrustu flúorljósin? Eigum við að fara þangað? Þetta er mögnuð umræða, en nú legg ég fram fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Þetta kom í andsvör. Komdu hér upp, kæri bæjarfulltrúi Margrét Sanders, Skjörsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Það er leitt að auðvitað þurfa á löngum fundi einstaklingar að skreppa frá og þá kemur fram umræða sem að næst ekki í samhengi, að það fari að endurtaka sig. 3 af handahófi, rafvirkjameistarar, stórir á svæðinu, var hringt í af handahófi. Spurt þessi mál, þekkja þetta vel, töluðu að ekki þyrfti fleiri lampa en 8 vegna þess að það hefði verið hægt að kaupa minni og með sömu gæðum, dimmanleg ljós og í góðum gæðum. Ef að allir 3 segja það, ætla ég þá að standa hér og segja þetta sé rangt. Ég held að það sé ekki þannig að þeir sem að voru að vinna eða að rýna þetta hafi verið að gera þetta einhverju ásettu ráði. Þetta er rosalega viðamikil gögn. En þetta eru, eins og við vorum að tala útboðið á Hringtorginu, þetta er gríðarlega viðamikið verkefni sem er framundan og skrítið og sérstakt að við ákveðum ekki bara að við eigum að gera betur. Það er gott að fara, ég meina ef við varum að gera þetta heima hjá okkur þá hefðum við skoðað betur. Ef að þetta eru ljós, sem að ég ætla ekki að tala minni sinni, að því minnst þetta erfið og leiðilega umræða og er ekki svo sem bauð í, en hafði grunum að þetta kæmi upp, en það kom ekki frá okkur. Þess vegna setti ég mig vel inn í þetta fyrir fundin. En ef að þetta eru svona ljós sem er ekki hægt að fá, það er ekki hægt að fá annars, eru ekki til staðir í öðrum skólum, þá skulum við bara gera okkur grein fyrir því að við þurfum að skipta út bara öllum ljósum í öllum skólum og leikskólum. Það eru hægt að fá, það er hægt að fá sko
á 1/3 verði með uppsetningu öllu, allavega, og sumir sögðu ódýrara, við skulum bara vera sanngjörn, dimmaleg ljós sem eru með jafnmikla birtu. Einhverjir töluðu að það væri hugsanlegt að í þessum ljósum væri eitthvað sem dempaði hávaða. Það er reyndar í fyrsta skipti sem ég heyri að ljósin eru notuð til þess, en ok. En ég veit að það er líka verið að kaupa plötur og annað inni til þess að dempa hávaða. Og ég veit ekki hvort að forseti heyrði það þegar að ég var að hæla. Ég var að hæla Reykjavíkurborg. Sjálfstæðismanneskan Margrét Sanders, oddviti sjálfstæðismann í Reykjanesbæ, er að hæla Reykjavíkurborg fyrir að læra af hlutunum eins og braggamálinu, er búin að setja upp í sínar verklagsreglur að í útboðum skulu ávallt hafa gögnin þannig að þau sé ekki það þröng að það þurfi að kaupa dýrari hluti. Það er sérstök verklagsregla þetta. Til þess að lenda ekki í að þurfa að kaupa þegar þarf að kaupa tösku að það sé ekki Louis Vuitton. Að það sé ekki verið að kaupa dýra hluti og allir, og nú eru Arkitektafélag Íslands ályktar örugglega á móti mér hérna. Það þekki allir sem á stjórnarfyrirtækjum eða stórum verkefnum eða sveitarfélögum eða hafa verið lengi í bæjarstjórn með mikla reynslu. Það gengur ekki að arkitektar ráði öll í svona byggingum og eigi að hafa bara skoðun á því hvað er flottast og best. Það þarf að fá víðara sjónarhorn á þetta til þess að gæta aðhalds. Og kannski eru þá einhverju peningar þar. Ég allavega hef trú á því. En við þurfum þá bara að rýna til gagns. Hvað getum við gert til þess að bæta vinnubrögð? Og við hljótum að geta gert það. Saman. Guðbergur Einarsson. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Hér er rætt að minnihlutinn sé erfiður, búin að vera gagnrýna í öll þessi ár og endalaust á bæjarstjórnarfundum og í bæjaráði með mikla gagnrýni. Ég hef nú kannski haldið að það væri hlutverk minnihlutans að gagnrýna störf meirihlutans ef þeim finnst að það sé hægt að gera það betur. Og þar sem að lausnin virðist vera að tala ekki við okkur í minnihlutanum, að þau verum leiðilega og erfið, að þá erum við svo sem ekki með gögnin til þess að sjá hvort það sé hægt að gera þetta betur, ekki nógu vel. Er þá kannski bara þurfum við að fara að vera með opnari fundi fyrir bæði minnihluta og meirihluta þar sem við fáum að sjá hvert er kostnaðurinn kominn á öllum þessum verkum sem er enn í gangi. Til dæmis eins og Stapaskóli, Holtaskóli, Myllubakkaskóli, Drekadalur. Þetta eru risastór verkefni og okkur finnst forgangsröðun mjög skrítin að því við erum líka að berjast við umferðaröryggi í bænum. Þannig að þess vegna erum við að gagnrýna. En ef við fengjum þá betri upplýsingar hvar er kostnaður, hvar liggur kostnaðurinn, í hvað er verið að eyða, hver er forgangsröðin, þá myndum við jafnvel gagnrýna minna og vinna betur saman. Kæri bæjarfulltrúi Guðbergur, forseti þarf að bregðast við þessu. Það sem að forseti átti við hér áðan var endalaus gagnrýni á fjármálastjórn meirihlutans. Það er ykkar hlutverk að vera með þétt utanumhald, utanum bæjarmálin og meirihlutan. Það er alveg rétt. En það sem að forseti átti við hér áðan að þessi endalausu gagnrýni að hvað fjármálin væri miklum ólestri er orðið frekar þreytt fyrir bæri hér. Og það segi ég úr ranti forsetans. Skrítin forgangsröðun, við samþykktum þessi 3 verkefni við öll. Og forseti man það rétt, Drekadal, Myllubakkaskóla, Holtaskóla, þannig að það er mjög sérstakt að þú fullir sem bæjarfulltrúi að forgangsröðun sé skrítin.
Þá eru þessi 3 verkefni sett á oddinn og reynt að halda ákveðnum viðhaldsverkefnum þétt utan það. En auðvitað höfum við bara ákveðna köku til að spila úr og þetta er hún. Myllubakaskóli og Holtaskóli hafa verið í vinnslu núna í 2-3 ár. Við vorum hér áðan með ungmennaráð og unga stúlku úr Myllubakaskóla sem þakkaði fyrir að hún er loksins komin inn í skólan með jafnöldrum sínum. Þessi skólar hafa verið dreift hér vítt og breitt allan bæinn í langan tíma og einhverjum tímapunkti verðum við að klára þetta og út af því að þetta er búið að ganga það lengi þá settum við fókusinn þar. Þannig að forgangsröðunin sé ekki skýr, það þykir mér mjög skrítið að heyra. En svona er það nú. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir fundargerðstjórnar Eignasjóðs, fær forseti hendur hér á loft til samþykktar. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, þá erum við komin að 4. máli fundarins, fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember. Orðið er laust. Sigurrós Antonsdóttir Gusar. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Já, ég kem hér undir fundargerð velferðarráðs Reykjanesbæjar sem var 13. nóvember síðastliðinn. Fyrsta mál á dagskrá var að við fórum í heimsókn Björgin geðræktamiðstöð og Björgin, hún hóf starfsemi sína þann 4. febrúar 2005 og fagnað Björgin því 20 ára starfsafmæli þessu ári. Smá Björgina, en Björgin er endurhæfingarúrræði og athvarf fyrir fólk sem glímir við geðheilsuvanda. Fjöldi þeirra sem leitar ráðgjafar og sækjar þjónustu í Björgina er mikil og er Björgin einmitt þarft úrræði fyrir Suðurnesin. Björgin þjónustaði einstaklinga sem eru að kljást við einhvers konar geðheilsuvanda á aldrinum 18 til 67 ára og markmið hennar er að rjúfa félagslega einangrun einstaklinga, efla sjálfstæði þeirra og auka samfélagsþátttöku, þjálfa einstaklinga í atvinnuleit og endurhæfa þá til náms eða út á vinnumarkað og Björgin vinnur einnig á því að auka þekkingu almennings á geðheilbrigðismálum og vilji koma bestu þakkir til starfsfólks fyrir að leyfa okkur að koma í heimsókn og þeirra starf og ekki síst hjartans þakkir til skjólstæðinga í Björginni því þarna kom hópur af fólki inn og inn á þeirra svona umhverfi í þeirra störfum og fann ég einstaklega fyrir góðum anda sem þarna ríkir og takk fyrir. Mál 2, samræmd móttaka flóttafólks. Þarna varð drög að þriðja viðauka við þjónustusamning á milli félags- og húsnæðismálaráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Reykjanesbæjar samræmda móttöku flóttafólks lögð fram og felur ráðið Heru Ósk Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs að vinna máli áfram. Mér finnst eins og ég sé svona oft svona rispi plata þegar þarna kemur að þessu að við erum eiginlega búin að vera að tala þetta bara á öllu þessu kjörtímabili. En þarna kennir ýmissa grasa þess að við höfum áhyggjur að eftir breytingarnar sem voru gerðar þá er hætt á því að sum mál og skjólstæðingar sem passa ekki inn í samningin verða eftir hjá sveitarfélögunum eins og fatlaðir einstaklingar eða einstaklingar sem eru ekki á vinnumarkaði. Þarna er verið einmitt að leggja fram beiðni framlengingu til ársloka 2026. Þá langar mér aðeins að stikla pínu á stóru á þeim sem þessar breytingar verða. Þá er það talið að í stað 8 vikur í aðlögun sem er frá fyrra samningi verða þær 4, sem er ekki gott því að starfsfólk þarf meira rými til að vinna að málefnum þessa einstaklinga. Við tölum að komast niður í 150 manns innan samningsins í stað 200 sem er núna gildandi samningur segir til
var það markmið að fara einmitt niður í 150, en eins og staðan þá, í dag eru 195 manns í þjónustu og við fáum ekki borgað með þeim 45 ef við förum niður í 150 manns. Þannig að okkur auðvitað sárvantar fjármagn til að halda þessum málefnum uppi og vinna vel í þeim. Í þessu samningi líka galli við kostnaðarlíkanið og þannig uppsett að sveitarfélögin að fá á fyrsta ári greitt fyrir fleiri viðtöl. Þá ég að tala viðtöl sem gefa þeim svigrúm til að koma einstaklingunum inn í inngildinguna. Og þegar viðkomandi á fyrsta ári, en síðan hrapaðu niður í líkaninu á öðru og þriðja ári. Sem bara ekki gott fyrir þau sem aðlagast nýjum aðstæðum. Og þá fer kostnaðurinn stundum að lenda á sveitarfélögum. Þá ég meina ekki bara Reykjanesbæ, heldur hin sveitarfélögin að með minni séu 13 í samningum. Ég ætla samt að taka mig fyrirvara hvort það séu 13 eða ekki. En þarna líka svigrúm til að semja að gera kröfu föst stöðugildi og fá þá greitt með þeim sem nú þegar eru inni. Svo það mál 3. Þarna Hilma Hólmfríður kom þarna á fundinn. Hún teymisstjóri virkni og ráðgjafateymisins og lagði fram drög að uppfæra reglum félagslegt húsnæði í Reykjanesbæ sem eru svona orðnar pínu úreltar miðað við önnur sveitarfélög. En þarna undir var líka lögð fram greinargerð sem var unnin úr svörum við fyrirspurn sem lögð var fram af lista Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar 19. ágúst síðastliðinn. Greinargerðin einmitt framhald á svörum líka velferðarsviðs við spurningum frá bæjarráði í mars á þessu ári. Í þessari greinargerð kennir líka ýmissa grasa, þar á meðal sundurliðun upplýsingum félagslegt leiguhúsnæði og annars vegar líka húsaleiguframboði á Íslandi. Gerður hefur verið samanburður á aðstæðum í Reykjanesbæ og helstu sveitarfélögum, þar að segja Akureyri, Árborg, Garðabæ og Hafnarfirði. Þá hefur sú umræða líka verið hér og líka var inn á fundinum að ef fleiri óhagnaðardrifin leigufélög eins og þau séu nauðsynleg fyrir okkur, þá tekur það ekki af biðlistunum okkar. Því að stærsti hópurinn af biðlistunum félagslegt húsnæði hjá okkur eru öryrkjar og ekki á vinnumarkaði, eða 99 af 160 umsóknum. Samkvæmt húsnæðisáætlun 2025 var gerð viljayfirlýsing við Brynju hússjóð Öryrkjabandalagsins, en þau sérhæfa sig einmitt í byggingu íbúða fyrir öryrkja. Síðan langar mér að koma inn, mál 4, Hera fór einmitt þarna yfir fjárhagsáætlun sviðsins fyrir næsta ár og þá ætla ég bara að fara í mál 5. Hlýjan, lágþröskuldarþjónusta fyrir ungmenni. Þarna komið starfsfólk Hlýjunar og mættu á fundinn og kynntu einmitt úrræði sem eru ný gjaldfrjáls þjónusta staðsett í tómstundar miðstöð Reykjanesbæjar að Hafnargötu 88 húsinu. Þar að segja. Hlýjan hefur það markmið að efla vellíðan og sjálfstyrk og félagslega færni ungs fólks óháð aðstæðum þess. Hún býður upp á einstaklingsmiðaða þjónustu eða ráðgjöf og þjónustu fyrir börn og ungmenni á aldrin 13 til 18 ára í Reykjanesbæ. Við vorum að hlýða líka á ungmennin okkar hérna áðan og ég man einmitt eftir að við vorum akkurat að það kom upp örugglega svo fyrir 2 ára síðan á fundi með ungmennaráðinu að þetta úrræði var þarft og ég einmitt fagna því að röddum ungmenna í Reykjanesbæ hafi verið svarað og þakka einmitt starfsfólki Hlýjunar fyrir frumkvæðið. Og þá ég að koma að 7. máli sem eldra fólkið okkar. Undir þessu máli var lögð fundargerð öldungaráðs Reykjanesbæjar frá 13. október síðastliðinn. Og ætla ég að benda á að í þessari fundargerð í máli númer 3
ofbeldi gegn eldra fólki. Þarna var formaður öldungaráðs sem lagði til að í ljósi þeirra umræðu sem við höfum verið málefnið í þjóðfélaginu undanfarið standi öldungaráð í samstarfi við öldrunar- og stuðningsþjónustu, Reykjanesbæjar og félag eldri borgara á Suðurnesjum fyrir fræðslu ofbeldi gegn eldra fólki. Og þarna fer formaður ráðsins og teymistýra öldrunar- og stuðningsþjónustu að vinna máli áfram í samstarfi við félagið á Suðurnesjum. Þessi málaflokkur mér líka mjög hugleikinn og hann mjög dulur. Því rannsóknir sýna að eldra fólk líklegra til að verða fyrir ofbeldi en yngra fólk. Það magnað. Viljum við vita þetta eða viljum við bara líta í hina áttina? Þau eiga erfiðara með að segja frá. Af hverju það? Ein helsta ástæðan fyrir því að svo eldra fólk upplifir svo oft mikla félagslega einangrun. Ótti við enn meiri félagslegri einangrun algeng ástæða fyrir því að fólk kvarti ekki yfir ofbeldinu sem þau verða fyrir. Þá sérstaklega við ef sá sem beitir ofbeldinu umönnunar aðili. Birtingamyndir ofbeldins af ýmsum toga og það með því að fjallum það þá ætti það að vera í heilan annan fund. En þá langar mér aðeins að segja frá því að það almennt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og vanræksla. Og bara til að loka þessu hér þá langar mér að þylja upp merki ofbeldi gegn eldra fólki. Það breyting á samskiptum við fjölskyldu og vini, hræðsla eða kvíði sem var ekki til staðar fyrir, líkamleg meiðsli og áverkar, þar með talið ómeðhöndluð legusár og blæðingar, reikningar í vanskilum þrátt fyrir að nægilegt fjármagn sé til staðar, skortur á hreinlæti, skortur á nauðsynlegum búnaði eins og göngugrind, gleraugu, heyrnartæki og svo framvegis. Stórar úttektir úr hraðbanka eða millifærstur í heimabanka, vannæring og þyngdartap, svo lengi mætti telja. Og þá hvet ég alla til að fara inn á 112.is og lesa þetta alvarlega málefni. Við þurfum vitundavakningu og við þurfum að bregðast við. Takk. Kæra þakkir fyrir þessa yfirferð. Orðið laust, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðu gestir. Mér bæði ljúft og skylt að koma hérna upp undir liðnum félagslegt húsnæði, eða reglur, ekki reglur félagslegt húsnæði, skýrslan félagslegt húsnæði. Og þar inni reglur félagslegt húsnæði endurskoðun og svo svör við fyrirspurnum félagslegt húsnæði. Þessi skýrsla ég vildi bara vekja athygli á henni þegar að verið að setja reglur og hvað þarf að gera og tel að við getum unnið mikið með hana. Það vekur athygli síðast í kaflinn að þar talað að hægt sé að fara í samstarfi óhagnaðardrifna leigufélagi, Brynju leigufélaga, ÖBÍ, þar sem og væntanlega, mér sýndist vera 99 af 180 manna biðlista öryrkjar. Og þarna við í Reykjanesbæ þá að losa í sjálfu sér, eða allavega að fá aðstoð frá þeim sem hafa verið að byggja mjög hagstæðar íbúðir og að halda þeim við og hafa náð frábærum samningum. Allavega virðist þetta ganga mjög vel. Það sem aftur á móti athyglisvert í þessum kafla áhrif uppbyggingar óhagnaðardrifinna leiguíbúða á biðlista félagslegs húsnæðis
fyrsta málsgreinin, en þar stendur óhagnaðardrifin leigufélög eru flest fyrir einstaklinga á vinnumarkaði. Nánast öll sem á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í Reykjanesbæ eru utan vinnumarkaðar. Svo það myndi ekki fækka mikið á biðlista félagslegs leiguhúsnæðis hjá Reykjanesbæ. Þetta mjög athyglisvert og þá getum við hugsað, eru við sem sagt að fara að borga í eða veita afslátt til þess að byggja upp óhagnaðardrifin leigufélög til þess að borga niður leigu af hluta af fólki sem á vinnumarkaði. Við vitum að lægstu laun hafa hækkað mikið en húsaleiga hefur hækkað mikið. Það hefur reyndar lagast mjög mikið í Reykjanesbæ en markaðurinn virðist ekki hafa tekið nægilega við sér. En það hefur lækkað mjög mikið leiga. Það hefur ekkert verið að leigjast þannig að núna eru menn aðeins að taka sér saman í andlitinu og lækka leigu eftir að hælisleitendum eða fólki sem var að sækja alþjóðlega vernd hefur fækkað þetta mikið. Þá hefur verið meira framboð á húsnæði. Þannig að mér sýnist þurfa að stíga varlega til jarðar varðandi óhagnaðardrifin leigufélög ef að þetta eru aðilar sem ekki einu sinni að falla undir þessa félagslega húsnæðismál en klárlega skoða betur þetta með Brynju leigufélag. Þannig að þetta allt, við þurfum líka að passa okkur að hversu langt ætlum við að sælast að hreinlega að stíga inn í markað, bara að hjálpa fólki með húsnæði sem að myndi ekki falla undir félagslega kerfið. Ætla Reykjanesbær bara að borga fyrir allt og alla. Hvar eru mörkin? Það ekkert langt síðan, það var hækkað mikið kennaralaunum á síðustu árum. En fyrir mörgum árum síðan þá voru kennarar bara líka við á lægri launum heldur en bara sumir sem töluðu að þeir væru í lægstu tíundinni. Það hefur sem betur fyrir lagast, nú eru þau komin á par við þá sem eru háskólamenntaðir. En þetta bara umhugsunarefni og það þarf að stíga varlega til jarðar en ég vil vekja athygli á þessari skýrslu. Ég vil þakka starfsfólki kærlega fyrir að hafa tekið þetta svona vel saman. Þetta algjörlega til fyrirmyndar og hjálpar okkur að ná utan þetta. Auðvitað eru þarna spurningar og athyglisverðar tölur svo sem að það eru 230 félagslegar íbúðir í Reykjanesbæ eða 232 eða 230 svipað í Hafnarfirði sem eru miklu stærra sveitarfélag og á Akureyri svipað og svo mjög lítill munur á Hafnarfirði en svo virðist vera mjög fáar íbúðir hjá öðrum félagsleg húsnæði. Þannig að við erum frekar í hærri kantinum ásamt Akureyri en Akureyri eru auðvitað í sérstakri stöðu út á landi og þar hefur verið fólk að flytjast til þess að fá þjónustu í félagslega kerfinu. En þetta athyglisvert, hjálpar okkur að mynda ákveðna framtíðarsýn og ég vara við að við stígum of fast í jarðar í þessum óhagnaðardrifnu leigufélögum þannig að við séum að fara að borga niður húsalegu fyrir fólk sem á vinnumarkaði að það ætti frekar þá bara að fjölga þá og þá ég að tala bara allt Stór-Reykjavíkursvæðið. Ég held að Reykjanesbær hafi nú staðið sig betur heldur en flest þeirra með að fjölga íbúðum í byggingu. Takk. Orðið laust til fundargerð velferðarráðs og hér Bjarni Páll Tryggvason. Forseti bæjarfulltrúar, kemur upp undir fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember síðastliðnum. Það sem fær mig kannski til þess að vilja koma aðeins í ræðustól er ræðan sem bæjarfulltrúi Sigurrós hélt og hún var í yfirferð sinni fundargerðina og sérstaklega þetta 7. mál, fundargerð öldungaráðs. Við vorum nú á fundi áðan þar sem við vorum að taka á móti ungmennaráði og við gerum það mjög reglulega og við styðjum mjög sterkt við þann hóp í gegnum stefnu sveitarfélagsins og annað þvílíkt. Og þetta svolítið svona umhugsunarvert að hlusta á það sem að bæjarfulltrúin var að telja upp þegar umfjöllunarliðurinn í fundargerð öldungaráðs ofbeldi gagnvart eldra fólki og hversu falið það vandamál getur verið í sveitarfélaginu okkar og samfélaginu okkar. Og þetta kannski það sem besta, held ég, við okkar bæjarstjórn, hvernig hún eiginlega bara samsett af fjölbreyttum og fjölhæfum hópi fólk sem hefur svo mismunandi sýn inn í málefni sveitarfélagsins og samfélagsins okkar. Því við erum búin að eyða ógnartíma í að ræða alls konar hluti sem snúa að fjárhagnagerð og þvílíkt og það eðlilegt að það taki mikinn tíma. Við ættum mögulega líka að verða
jafn passionate og vera jafn forvitin og umhugað það að veita þessum málaflokkum athygli líka, því að þetta alltaf vakti mér til umhugsunar það sem hún var að fara hann yfir og því að þetta vill alveg pottþétt verða útundan, sko. Þú veist, maður hugsa bara sína eigin svona aldraða einstaklingar sem eru ættmenni manns og annað þvílíkt sem eru bæði lífs og þá sem eru liðnir og hvernig sem eru búið að þeim og maður tengir ekkert svona við þetta. En ég get alveg vel ímyndað mér hversu auðvelt þetta að verða útundan og hvað það sem þetta verður, skilur. Við erum að tala fjárhagslegu hlutina þarna, við erum að tala bara hvernig búið að fólki almennt og annað þvílíkt. Og það því miður þannig að þegar kemur að málaflokknum velferðarmál og það hvernig samfélagið þarf mögulega að stíga inn í að styðja við eldra fólk þó svo það eigi fullt af ættingjum annað þvílíkt, þá bara gerist allt og ekkert í samskiptum fólk á æviskeiðinni og þó svo að fólk sé aldrað, sé jafnvel efnað, eigi fullt af fólki með sér og annað þvílíkt, þá það ekkert bólusett fyrir því að lenda ekki í þessari aðstæðu og þá þarf kannski samfélagið svolítið að vera vakandi fyrir því. Þannig að mér langar að þakka bæjarfulltrúanum bara fyrir að vekja máls á þessu og það vekur mig til umhugsunar gagnvart þessu. Takk fyrir. Já, forseti vil taka undir orð Bjarna Páls bæjarfulltrúa og það var mögnuð ræða hjá þér bæjarfulltrúi Sigurrós og hollt að hlusta á hana og við hljótum öll að fagna þessu framtaki öldungaráðs Reykjanesbæjar að vekja máls á þessu út af því að eins og þú komst inn á, þetta eitthvað sem við verðum að vera vakandi yfir. Einhverja brenninni með eitthvað mikilvægt undir velferðarmálum? Svo ekki, þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skeiðmerki. Og hér eru allar hendur á lofti, kærar þakkir fyrir það. Nú, við höldum óðfluga áfram, klukkan bara 7. Þá erum við komin að 5. máli fundargerð menntaráðs frá 14. nóvember. Orðið lausn fundargerðina og hér Sverrir Bergmann Magnússon. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð menntaráðs frá 14. nóvember síðastliðnum til að fara örstutt yfir nokkur mál. Fyrsta mál skráningadagar í leikskólum, niðurstöður kannana. Leikskólafulltrúi kynnti niðurstöður kannana sem gerðar voru meðal foreldra og starfsfólks í leikskólum Reykjanesbæjar varðandi fyrirkomulag skráningadaga í dymbilviku og vetrarfríum. Almenn ánægja virðist vera með fyrirkomulagi með niðurstöður þessara kannana, en þó kom upp nokkur atriði sem á bæta sem verður tekið tillit til þegar skráningadögum kemur aftur. Ég fara svo í mál 3 en það leikskólinn Drekadalur. Leikskólinn Drekadalur sem starfað hefur síðustu 15 mánuði í bráðabirgðaaðstöðu í Ráðhúsi Reykjanesbæjar í Ásbrúarhverfi opnaði í gær, mánudaginn 17. nóvember og til hamingju með það. Ráðið fagnar nýjum leikskóla í Dalshverfi 3 í Innri-Njarðvík. Starfsfólk Drekadals á mikið hrós skilið fyrir að sinna starfsemi leikskólans í bráðabirgðahúsnæði í Ráðhúsinu á meðan lokið var við framkvæmdir við leikskólan í Drekadal. Þá vil ég fara yfir í mál 4 en það Íslensku menntaverðlaunin 2025, Háleitiskóli. En Háleitiskóli í Reykjanesbæ hlaut hvatningaverðlaun Íslensku menntaverðlauna 2025 fyrir að hafa tekist að skapa einstakan fjölmenningaskóla sem getur orðið öðrum fyrirmynd. Og vill ráðið óska Háleitiskóla innilega til hamingju með verðlaunin og þakka starfsfólki og nemendum fyrir frábært starf. Þá 5. mál Akurskóli 20 ára en hér vill menntaráð óska starfsfólki og nemendum Akurskóla og íbúum öllum til hamingju með afmælið. En það mikil og góð vinna í gangi í skólum bæjarins. Svo mikil að sjálfur forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, kom og heimsótti Háleitiskóla og Akurskóla í tilefni þessara stórkostlegu áfanga sem að skólarnir náðu nýverið. Til hamingju öll. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið lausn fundargerð menntaráðs. Forseti vil kannski taka undir þessar hamingjukveðjur formann menntaráðs Háleitiskólann okkar og Akurskóla. Frábær árangur og tek sérstaklega undir hamingjóski til leikskólans í Drekadals og starfsfólksins okkar sem var lengur í Ráðhúsinu en gert var ráð fyrir en núna komið heim í Drekansinn. Í Innri-Njarðvík til hamingju með það. Nú þessi samþykkt geta fundargerð menntaráðs vinsamlega skefið merki. Margrét Sandís að biðja orðið. Afsakið. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir, bara að reyna að vera mjög stuttorð. Get samt ekki annað en komið hér upp. Skráningadagur í leikskólum, það er ánægjuleg niðurstaða, kemur á pínu óvart en svona vil ég að vinnubrögð séu, bara virkilega til fyrirmyndar. Leikskóla Reykjanesbæjar staða biðlista, að þarna vil ég hæla formanni og meirihlutanum í menntaráði og líka minnihluta að þarna stóðu menn saman að gera betur. Og það er það sem maður þarf að við þurfum að gera meira að og þá þurfum við og minnihluti líka að líta í eigin barm og gera betur. Af því að við bætum þetta ekki nema að standa saman með ákveðin mál því að oft erum við meira sammála heldur en ósammála. Leikskólinn Drekadalur vil óskandi hamingja sig að opna bara að því að við erum búin að vera svo skemmtilega á þessum bæjarstjórnarfundi þá vil ég nefna að fyrirverandi oddviti Samfylkingarinnar var með grein fyrir kosningar þar sem hann með stórum stöfum stóð. Það verður opnað vorið 2023 en það var aldeilis ekki. Íslensku menntaverðlaunin, mér er sérstaklega ljúft og skylt að óska Háleitsskóla til hamingju með frábæran árangur öllu starfsfólki og yfirmönnum og bara hreinlega heildinni. Þetta er algjörlega frábært að hvernig hefur verið unnið með fólk börnin að erlendum bergi brotin og hvernig þau hafa aðlagast. Þetta er gríðarlega krefjandi verkefni og algjörlega ótrúlegt að þetta skulle hafa tekið svona vel. Og að lokum að þá vil ég óska Akurskóla til hamingju með 20 ára afmælið. Ég trúi því varla að sé 20 ár síðan Akurskóli, nýi grunnskólinn í Inninári, nýi opnaði, en til hamingju. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég þakka bæjarfulltrúa Margréti Sanders fyrir fögur orð. En mér langar að koma hérna með lauflétta bókun frá okkur í meirihlutanum varðar mál 2 í fundargerðin, Leikskóla Reykjanesbæjar staða biðlista. Og hún er svona. Meirihlutin í bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill árétta stöðu og framgang leikskólamála í Reykjanesbæ. Staða biðlista í Leikskóla Reykjanesbæjar telur nú 134 börn. Þaraf eru 59 sem eru 18 mánaða eldri og falla þannig undir viðmið sem meirihlutin setti sér fyrir núverandi kjörtímabil. Á árinu hafa verið stigin stór skref til að fjölga leikskólaplássum, en leikskólinn Drekadalur opnaði í gær og bætir við 43 nýjum plássum, auk þess sem 30 pláss til viðbótar verða til á árinu 2026 og verður þá Drekadalur orðinn 120 barna leikskóli. Þá hafa einnig opnað á árinu leikskólarnir Asparlaut og Skólavegur, þannig að 3 nýjir leikskólar hafi tekið til starfa á árinu sem er að líða. Að sama skapi hefur verið til skoðunar að stækka leikskólana Heiðarsel og Skógarás úr 80 barna leikskólum í 120 barna leikskóla sem myndi bæta við 80 plássum og bæta rekstrargetu þeirra. Nú helstu áskoranir sveitarfélagsins síðustu 2 kjörtímabil hafa snúið að mikilli íbúafjölgun og raka vandamálum í eldri skólabyggingum. Þá er rétt að nefna einnig að Reykjanesbær hefur 13% lægri tekjur en meðaltal 7 stærstu sveitarfélagana að Reykjanesbæ undanskildum fyrir árið 2024 samkvæmt árbók sveitarfélaga. En þetta samsvarar ígildi kostnaðar við að byggja 3 nýja leikskóla. Nú, meirihlutin tekur undir bókun meirihluta menntaráðs sem leggur til að gerð verði heildarúttekt á stöðu leikskólamála í Reykjanesbæ, þar sem sveitarfélagið er borið saman við sambærileg sveitarfélög með það markmið að kanna möguleikann á því að taka inn börn við 18 mánaða aldur, en í dag er miðað við að börn séu tekin inn á því ári sem þau verða 2 ára. Þrátt fyrir þessar ýmsu áskorunir telur meirihlutin það áfram raunhæfan möguleika að taka inn börn við 18 mánaða aldur árið 2026. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihlutans. Takk fyrir þetta. Orðið er laust.
Fundargerð menntaráðs frá 14. nóvember. Hér hefur enginn hvatt sér ljós. Jú, Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og góðir gestir. Bara að nefna það svona til gamans að þessi grein sem ég vitnaði í 2022, það var bara allt að koma og meira að segja Stapa skóla, leikskóli byggður við grunnskólan þar. Ég held að þið hafi ekki nefnt það núna, ekki bara betra að sjá og það að sjálfsögðu að bætast við Drekadal en að öðru leyti ég held að við ættum ekki að fara mikið inn í framtíðina en þess ber að geta samt að við erum með Aspalaut. Við erum með Aspalaut á leikskóla, nýbyggðan, algjörlega frábæran og vel heppnaðan en mér skilst að það sé ein deild þar sem er ekki nýtt vegna manneklu. Ég held að við þurfum bara að einbeita okkur að því að hvað ætlum við að gera við því og nýta þá leikskóla sem fyrir eru líka. Það þarf að gerast samhliða og ég fagna þessari samstöðu sem er með úttekt á leikskólamálum. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Nú svo er ekki þessi samþykkita fundargerð menntaráðs vinsamlegast gefið þessi merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það, kæru bæjarfulltrúar. Nú þá erum við komin hér að 7. máli fundarins, fræðslustefna innri fræðslu og endurmenntun starfsfólks 2025-2028 fyrri umræða. Til að fylgja þessu eftir mun forseti aðeins renna yfir helstu atriði sem að koma að þessu máli. Þessari fræðslustefnu. Nú fræðslustefna Reykjanesbæjar gildir fyrir allt starfsfólk á öllum sviðum og starfsstöðum sveitarfélagsins í krafti fjölbreytileikans. Fræðslustefnan styður við aðrar stefnur Reykjanesbæjar en tilgangur hennar er að styrkja Reykjanesbæ sem eftirsóknarverðan vinnustað og stuðla hvetjandi umhverfi fyrir allt starfsfólk til að rækta hæfileika sína og þroskast í starfi. Með nýlega fræðslu og stöður í sí- og endurmenntun getur sveitarfélagi náð auknum árangri í þjónustu og allri starfsemi sveitarfélagsins. Lögð verður áherslu á að mæla þátttöku starfsfólki í fræðslu og nýta mælikvarðana til þess að auka aðgengi og gæði fræðslunar. Nú meginmarkmið fræðslustefnunnar eru 5, það er stað, stund, stuðningur, hvati og ávinningur, en umrædd markmið kveða á að fræðsla eigi sér stað og stund og njóti stuðnings stjórnenda. Fræðsla stuðlar á umbótum og jákvæðum breytingu fyrir sveitarfélagi og starfsfólks þess. Nú, stjórnendur bera ábyrgð á að kynna stefnuna fyrir starfsfólki sem á að tryggja að hún sé hluti af nýliða fræðslu stofnunarinnar en mannauðsdeild ber ábyrgð á að stefna sé hluti af nýliða og stjórnendafræðslu sveitarfélagsins. Þá bera stjórnendur jafnframt ábyrgð á innleiðingu stofnunar hjá stofnunum sveitarfélagsins með aðstoð og undir handleiðslu mannauðsdeildar. Bæjarstjóri ber svo ábyrgð á að tryggt verði að gert sér ráð fyrir fjármunum í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar sem tryggja að nauðsynlegar auðlindir séu tiltækar til að koma upp, innleiða, viðhalda og bæta fræðslu vettvang Reykjanesbæjar. Mannauðsdeildin sér svo að endurskoða stefnuna á 3 ára fresti eða oftar sé þess þörf. Nú, þessi fræðslustefna er opin hér til umræðu, kæru bæjarfulltrúar. Hér hefur enginn hvatt sér ljós. Þeir sem samþykkt geta vísa fræðslustefnu innri fræðslu og endurmenntunar starfsfólks til síðari umræðu. Hér er Margrét Sanders að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir og bæjarstjórar gestur. Ég ætlaði bara að nefna að það kemur ekki fram að eitthvað starfsfólki eða einhverja deildir hafi tekið þátt í myndur þessara fræðslustefnu. Það er sagt að mannauðsdeildin hafi séð það og ég velti bara fyrir mig hvort það sé ekki eðlilegt að hafa stærri hóp þegar er að ræða fræðslustefnu sem þessa. Það er alveg sérstakt, ég meina sálfræðingar til dæmis, félagsráðgjafar, kennarar, starfsfólk á leikskólum og svo framvegis hafa mismunandi þarfir og mismunandi hugmyndir. Þannig að ég vildi bara þá að það kemur allavega ekki fram eða ég gæti ekki séð að einhvað af starfsfólki almennt hafi komið að gerð þessara stefnu. En það var allavega gott að senda það til rýni á faghópa og fleiri.
Takk. Takk fyrir ábendingarnar, athugasemdirnar, kæri bæjarfulltrúi, og við munum koma þeim áleiðis og svo verður þessu vísað í síðari umræðu nú 2. desember. Eru fleiri sem vilja taka til máls fræðslustefnuna? Þeir sem samþykkt geta vísin í 2. umræðu vinsamlegast gefið merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, kæri bæjarfulltrúar, þá erum við komin að máli málanna. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026–2029 fyrri umræða. Til að fylgja fjárhagsáætluninni hér úr hlaði kemur hér upp Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér nú lagt fram til fyrri umræðu frumvarp af fjárheimildum bæjarsjóðs og samstæðu Reykjanesbæjar á komandi árið 2026. Áætlaðar tekjur og fjárfestingaáætlun eins og hún stendur núna. Einnig áætlun næstu 3 ára þar á eftir, það er 27, 28 og 29. Eins og bæjarfulltrúar hafa verið upplýstur gæti fjárfestingaráætlun tekið breytingum á milli umræðna þegar niðurstaða umsóknar Reykjanesbæjar 4 milljarða króna lán liggur fyrir í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga vonandi nú í lok vikunar. Ástæður þess að ákveðið var að sækja svo stórt lán eru aðalega 2. Miklar fyrirsjáanlega framkvæmdir við uppbyggingu nýrra innviða vegna mikilla fjölgunar íbúa undanfarin ár, ásamt lagfæringum og endurnýjun eldra húsnæðis, svo sem skóla og leikskóla. Þannig hefur íbúum fjölgað 61% á síðustu 10 árum, börnum í leikskólum fjölgað 160 eða tæp 18% og börnum í grunnskólum fjölgað 613 eða 29%. Einnig hefur lausafjárstaða sveitarfélagsins á þessu ári kallað á lántöku sem meðal annars má rekja til mikils fjárútstreymis vegna áðurnefndra verkefna, ásamt drætti sem orðið hefur á endurgreiðslu ríkisins á útlögðum kostnaði Reykjanesbæjar við byggingu nýs 80 rúma hjúkrunarheimilis við Nesvelli. Reykjanesbær fjármagnar framkvæmdina og fær svo endurgreitt frá ríkinu eftir ákveðnu fyrirkomulagi sem að okkar mati hefur ekki gengið jafn vel og við hefðum óskað. Það horfir samt allt til betri vega nú og stefnt að því að opna nýja hjúkrunarheimilið með formlegum hætti á næstu vikum. Til grundvallar þessu frumvarpi liggja þau lögskyldu verkefni sem sveitarfélögum ber að sinna og svo lögskylda þjónusta sem þeim ber að veita íbúum sínum. Einnig fyrirliggjandi upplýsingar og spár áætlaða þróun efnahagsmála á komandi ári. Eins og bæjarfulltrúum kunnugt að þá mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum þessi dægrin og það mun hafa áhrif á tekjur sveitarfélagsins. Því miður erum við orðin nokkuð vön svona sveiflum í atvinnuleysi og eins og oft áður vonandi að ræða tímabundið ástand sem minnir okkur samt á mikilvægi þess að efla hér atvinnulíf enn frekar og auka fjölbreytni þess. Í því skyni unnið að mörgum verkefnum á ýmsum sviðum en eins og alltaf ríkir mikil óvissa hvort og hvenær þessi verkefni verða að veruleika. Það fyrst og fremst hlutverk sveitarfélagsins að skapa aðstöðu og útvega lóðir svo fyrirtæki í fjölbreyttum atvinnugreinum sjáu hag sinn í að nýta þau tækifæri sem felast í því að koma sér fyrir á svæði sem skammt frá höfuðborginni við hliðina á alþjóðaflugvelli með góðri hafnaraðstöðu, í fjölmennu samfélagi með góða skóla, hækkandi menntunarstig og hagstæður rekstrarumhverfi. Eins og bæjarfulltrúar vita nú unnið að því að markaðssetja Ásbrú og Helguvík-Bergvík sem ákjósanleg svæði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem vonandi sjá hag sinn í því að koma sér hér fyrir. Unnið að tvöföldu Reykjanesbrautar
en mikið verk enn óunnið í að tryggja góðar almenningssamgöngur bæði innan svæðis og við höfuðborgarsvæðið. Eins og bæjarfulltrúum kunnugt hefur Reykjanesbær langt skeið stuðst við svokallaðar rammafjárheimildir þar sem bæjarráð hefur, þegar að búið áætla tekjur komandi árs, skipt kökunni á milli einstakra málaflokka og sviða sveitarfélagsins en látið sviðsstjórum og næstráðendum eftir að skipta fjárheimildum niður á einstök verkefni og bókhaldslykla. Að öðru leyti vil ég taka fram eftirfarandi. Forsendur fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar fyrir árin 2026 til og með 2029 eru að mestu leyti byggðar á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Drögum að fjárhagsáætlun var vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn á bæjarráðsfundi þann 13. nóvember síðastliðinn. Í drögum að fjárheimildum fyrir árið 2026 gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu á A-hluta bæjarsjóðs að fjárhæð 211 milljónir króna og jákvæðra rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 1712 milljónir króna í samstæðu A- og B-hluta. Helstu niðurstöður í drögum að fjárheimildum ársins 2026 eru eftirfarandi. Áætlaðar tekjur samstæðu A- og B-hluta eru 43,8 milljarðar, áætlaðar tekjur bæjarsjóðs A-hluta eru 30,1 milljarður. Áætluð gjöld samstæðu A- og B-hluta eru 34,9 milljarðar, áætluð gjöld bæjarsjóðs A-hluta eru 26,9 milljarðar. Framlegð samstæðunar, það er að segja A- og B-hluta, er því áætluð 8,9 milljarðar eða 20,43%. Framlegð bæjarsjóðs A-hluta er áætluð 2 milljarðar eða rétt rúm 10%, 10,02%. Afskriftir samstæðu A- og B-hluta eru áætlaðar 2,7 milljarðar. Afskriftir bæjarsjóðs A-hluta eru áætlaðar 1,2 milljarður. Rekstrarniðurstaða samstæðu A plus B-hluta árið 2026 er áætluð jákvæð 1712 milljónir. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs A-hluta árið 2026 er áætluð jákvæð 211 milljónir. Eignir samstæðu í lok árs 2026 eru áætlaðar 105,2 milljarðar. Eignir bæjarsjóðs í lok árs 2026 eru áætlaðar 58,3 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar samstæðu í lok árs 2026 eru áætlaðar 60,3 milljarðar og skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs í lok árs 2026 eru áætlaðar 38,2 milljarðar. Veltufé frá rekstri samstæðunnar árið 2026 er áætlað 6,9 milljarðar og veltufé frá rekstri bæjarsjóðs, það er að segja A-hluta, árið 2026 er áætlað 2,5 milljarðar. Nokkur orð fjárfestingar á árinu 2026. Gert er ráð fyrir að fjárfestingar bæjarsjóðs verði 1850 milljónir króna á meðan ekki er komin niðurstaða í umsókn sveitarfélagsins og lán frá lánasjóði sveitarfélaga. Það er fjárfestingar sem nú liggja fyrir skiptast niður á áframhaldandi uppbyggingu Myllubakkaskóla, áframhaldandi uppbyggingu Holtaskóla og aðrar framkvæmdir á húsnæði grunn- og leikskóla og skólalóða. Eins er gert ráð fyrir að byggingu leikskólans Drekadals verði lokið á árinu 2026. Gert er ráð fyrir að grunnfjárfesting fráveitu verði 435 milljónir króna, fjárfestingar Reykjaneshafnar 210 milljónir króna og að Tjarnagata 12 EHF muni ljúka áfanga 2 á breytingum á Ráðhúsi Reykjanesbæjar að Tjarnagötu 12. Nú þá nokkur orð helstu áherslur og verkefni á árinu 2026 og þær eru þessar. Lokið við framkvæmdir á leikskólanum Drekadal og hann tekin í fulla notkun fyrir 120 börn næsta haust. Áframhaldandi vinna við endurbyggingu og stækkun Myllubakkaskóla, áframhaldandi vinna við endurbyggingu og stækkun Holtaskóla,
Áhersla lögð áfram á að auka þjónustu í sérhæfðum námsúrræðum skólana, undirbúningar skipulagi og uppbyggingu akkerisins eða akademíureits. Unnið verði áfram að innleiðingu og heildrænni nálgun heillaspora við að styðja við farsæla þátttöku barna í skóla og frístundastarfi. Unnið verði áfram að innleiðingu stafrænna lausna í gegnum samstarfsvettvang sveitarfélagana og hjá Reykjanesbæ. Eins og áður segir, nýtt 80 rúma hjúkrunarheimili tekið í notkun í byrjun næsta árs. Fjármagn sett í vináttuþjálfun sem námskeið í félagsfærni. Fjármagn sett í atferlisþjálfun inn á heimilum. Fjármagn sett í 2 ný stöðugildi á velferðarsviði. Áframhaldandi efling félagsmiðstöða og ungmennahús. Áframhaldandi vinna við að stytta biðlista eftir greiningum í leik- og grunnskólum. Frístundastyrkir verði hækkaður 11% en aldursrammi verður óbreyttur, það annars vegar frá 4 til 18 ára og hins vegar 67 ára og eldri. Fjármagn vegna þjálfarasamnings við IRB, Íþróttabandalag Reykjanesbæjar, verður aukið. Fjármagn veitt í hálft stöðugildi hjá IRB. Fjármagn sett í stuðningu taekwondo-deild Keflavíkur fyrir kaupum á brynjum. Fjármagn sett í stuðning við fimleikafélag Keflavíkur við endurnýjun áhalda og tækja. Fjármagn sett í að auka öryggi og skilvirkni í upplýsingatæknimálum. Fjármagn sett í listaverk sem tengjast sólmyrkvanum í ágúst næstkomandi og þá kaup á sólmyrkvaglerugum fyrir grunnskólanemendur. Fjármagn sett í að styðja við viðburðavegum bæjarins fyrir íbúa. Fjármagn sett í auki viðburðahald í bókasöfnunum. Fjármagn sett í endurnýjun rokkssafnsins og framlag til reksturs almannavarna aukið. En ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér hefur aðeins verið stiklað á stóru og margt ótalið. Þegar vel skoðað, sést að þessi fjárhagsáætlun styður við að sú framtíðarsýn sem sett var fram árið 2019 verði að veruleika. En í henni segir, Reykjanesbær fjölskylduvænt bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt íþrótta, skóla og menningarstarf. Íbúar sinna fjölbreyttu störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi sem einkennist af framsækni, virðingu og eldmóði. Innan stefnumörkunarinnar eru síðan 6 megináherslur sem allar hafa verið hafðar til hliðsjónar í þessari vinnu, en þær eru: fyrsta lagi börnin í fyrsta sæti, þá vellíðan íbúa, fjölbreytt störf, skilvirk þjónusta, kraftur fjölbreytileikans og 7. áherslan vistvænt samfélag. Við munum áfram vinna í frumvarpinu á fundum bæjarráðs fram að 2. umræðu og afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar sem fram fer á fundi bæjarstjórnar þann 2. desember næstkomandi. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf í þessari vinnu. Sérstakar þakkir vil ég færa oddvitum meirihlutans, þeim Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur, formanni bæjarráðs, Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur, forseta bæjarstjórnar og Helgu Maríu Finnbjörnsdóttur fyrir þétta og góða aðkomu að þessu mikilvæga verkefni. Einnig Regínu Fanníu Guðmundsdóttur fjármálastjóra og hennar góða fólki. Þá vil ég þakka sviðsstjórum og þeirra næstráðendur fyrir mikla og góða vinnu við að koma þessari áætlun heim og saman. Virðulegur forseti, ég legg til að frumvarpið að fjárhagsáætlun 2026 og 3 ára áætlun 2027 til 2029 verði vísað til 2. umræðu á fundi bæjarstjórnar þann 2. desember næstkomandi og lýk hér með máli mínu. Kæra þakki bæjarstjóri fyrir þétta og góða yfirferð. Hér hefur beðið orðið Margrét Þóra Arnarsdóttir.
Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Við ætlum að koma hérna með bókun undir fjárhagsáætlanagerðinni sem svo hljóðandi. Fulltrúar umbótar og sjálfstæðisflokksins vilja í fyrstu umræðu benda á nokkur lykilatriði sem framkoma í gögnum að drögum að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2026 til 2029. Ljóst að gögnum að rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins jákvæð en veikist á árinu 2026 þar sem áætlaði niðurstaða lækkar í 1,7 milljarða. Á sama tíma eru rekstrargjöld, sérstaklega laun, að aukast langt umfram tekjur sveitarfélagsins. Þá hækka vaxtagjöld og verðbætur áfram næstu ár og hafa veruleg áhrif á reksturinn. Einnig kemur skýrt fram í sjóðstreymi að handbært fé lækkar 2,1 milljarð árið 2026 sem sýnir að fjárfestingar og skuldbindningar eru meira en það svigrúm sem að reksturinn skapar. Þá umtalsvert að fjárfestingar nemi 7,6 milljörðum í A- og B-hlut árið 2026 og eru fjármagnaðir með nýjum lánum og lækkun handbærs fjár. Þetta staðfestir mikilvægi þess að heildarstaðan rýni fram og við forgangsröðun verkefna og greiðslu áætlana. Umbóta- og sjálfstæðisflokkurinn minnir á gagnsæi, aðkoma kjörinna fulltrúa og trúverðuga sjóðstreymisforsenda sem eru forsendur traustrar áætlunargerðar. Þegar tekjur, svo sem fasteignagjöld, eru jöfnuð niður á mánuði án þess að endurspegla raunflæði skapast hætta á skekkjur í rekstri og óþarfa skammtíma lántökur. Þetta sést glöggt í sjóðstreymi ársins frá 2025 til 2026. Það mat okkar í minnihlutanum að nauðsynlegt sé að láta fara fram óháða úttekt á rekstrarforsendum, sjóðstreymi og áætluðum fjárfestingum. Slík úttekt myndi styrkja ferlið og auka traust á forsendur og fjárhagsáætlun. Að lokum viljum við ítreka að minnihlutin ber fulla ábyrgð á því að rýna og gagnspyrja og leggja fram athugasemdir fjárhagsáætlun. Aðhald ekki hindrun heldur grundvallaratriði að lýðræðislegri fjármálastjórn sveitarfélagsins. Og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir umbót, Margrét Sanders sjálfstæðisflokki, Guðbergur Einarsson sjálfstæðisflokki og Alisson Ragnarsson sjálfstæðisflokki. Ég óska þetta verið bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Já, það áhugavert það sem kom fram hjá bæjarstjóra og þakka honum fyrir greinargóða yfirferð en sérstaklega þakka honum fyrir að upplýsa það sem við vissum að ópólitíski bæjarstjórinn greinilega í pólitík. Þakkaði sérstaklega meirihlutanum fyrir þétta og mikla vinnu í nefnd fjármál greinilega. Þannig að bara frábært hjá ykkur, bara til hamingju, því að við vinnum frábæra vinnu. En þið ekki þá að móðga svona þegar að verið að tala að þið séuð að pukrast með vinnu. Það bara þá þannig. Þegar að fundir voru 8 eða 10 síðast fyrir fjárhagsáætlun, þar sem að við komum saman, hittum sviðsstjóra og unnum í fjárhagsáætlun, en núna 1 fundur, þannig að það bara fínt, það bara ákvörðun. En það á ekkert að móðgast á yfir því þegar verið að tala svona. En forsendur fjárhagsáætlunar áhugaverð og þetta fínasta plagg, en þetta fyrri umræða og munum við samþykkja að vísa þessu í seinni umræðu sem þýðir ekki að við sem að samþykkja áætlunum sem slíka. En við í minnihlutanum höfum verið dugleg að tala hækkun skatta. Og það verður að segjast alveg eins og að það mikið fagnaðarefni að meirihlutinn, sem unnið svo vel, að hann að leggja til lækkun á prósentu á fasteignasköttum í sveitarfélaginu til fjölskyldna eða til íbúa, en óbreytt til fyrirtækja. Samkvæmt HMS
þá að ræða í rauninni einungis hækkun á verðbólguhækkun eða svipað á vísitölu reynda launavísitalan en neysluvísitalan áætluð 3,2 minnir mig en rúmlega 4% er launavísitalan og hækkun þá á íbúðarhúsnæði myndi vera í sirka 4% sem heldur í við verðbólgu og erfitt að gagnrýna það. En á sama tíma er áhugavert að sjá að skattar á fasteignaskattar á fyrirtæki hækka 11% sem er bara hreinlega reyndar segjum við tæplega 11% en það er bara íhaldssamt mat vegna þess að það er eftir hvar í sveitarfélaginu þetta er og samkvæmt HMS að þá er þetta hærra og ef það er skoða tekjurnar og fleira þá er það hærra. En við skulum bara segja 11%. 11% er hellingur fyrir fyrirtæki líka. Það er ekki bara fjölskyldurnar sem eru að reyna að koma sér áfram vegna hárra vaxta og þrálátara verðbólgu. Fyrirtækin eru í miklum erfiðleikum, mörg hver. Og við eigum að horfa á fjölbreytileika fyrirtækja. Við erum ekki eingöngu með stór fyrirtæki sem er bakkað upp erlendis frá. Við erum með gríðarlega fjölda iðnaðarmönnum hér, verslunum, hárgreiðslustofum og alls konar fyrirtæki. Þessi fyrirtæki eru að fara að fá hækkun á fasteignasköttum upp á 11%. Þannig að við í minnihlutanum höfum ákveðið að bóka núna ekki eingöngu gagnrýni heldur líka að hrósa. En þá hljóðar það svo með leyfi forseta bókun okkar, Sjálfstæðisflokks og umbótar, að enn hækka skattar í Reykjanesbæ. Áður en ég hef lesturinn á bókunni sjálfri, að þá vil ég nefna að við gleymum ekki innviðagjöldunum sem að Sjálfstæðisflokkurinn og umbót samþykktu á sínu tíma og við vorum að vonast eftir að það myndi þá vera til þess að önnur gjöld myndi þú nú ekki hækka, en svo er ekki. En þá hefst lesturinn með leyfi forseta, sú staðreynd blasir nú við í Reykjanesbæ, þar sem ótti okkar sjálfstæðismanna og umbótar er að það raungerast. Á tímum þrálátara verðbólgu, hárra stýrivaxta og hækkandi atvinnuleysis á Suðurnesjum hyggst meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar hækka fasteignaskatta á fyrirtæki tæplega 11% og það er mjög íhaldsamt mat. Það er lítið annað en blaut tuska í andlit á þeim atvinnurekendum og starfsmönnum sem halda uppi lífvænlegu samfélagi í Reykjanesbæ. Hér starfa öflug iðnfyrirtæki, hárgreiðslustofur, hótel, verslanir, blaðaútgáfa og fjölbreytt nýsköpunarfyrirtæki svo eitthvað sé nefnt. Allt fólk sem vinnur hörðum höndum að því að skapa verðmæti, þjónustu og störf. Nú blasir við að öll þessi fyrirtæki þurfa að greiða mun hærri skatta á næsta ári. Það er skref í ranga átt. Það er þó ekki allt svart. Í upphafi fjárhagsáætlunargerðar var fyrirhugar að láta fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði hækka vel yfir 10%. Þau áform hafa nú verið dregin tilbaka eftir harðar athugasemdir frá Sjálfstæðisflokknum, umbót, bæjarbúum og verkalýðsfélögum. Meirihlutinn ákveður að lækka álagningarhlutfallið þannig að skattahækkunin fari ekki umfram verðbólgu. Það er skref í rétta átt og við hrósum meirihlutanum fyrir. Það breytir þó ekki heildarmyndinni. Staðreyndin er sú að fasteignaskattar hafa hækkað verulega að raunvirði frá upphafi kjörtímabilsins 2022. 12,8% í Keflavík, 13,6% í Njarðvík og
23,1% í höfnum. Ég ætla aðeins að stoppa hérna. Ástæðan fyrir að við tökum þessi hverfi vegna þess að upplýsingar til okkar á opinberum skýrslum eru settar svona fram. Þannig að við viljum að tölurnar stemmi. Og þá held ég áfram, með leyfi forseta, sé litið lengra aftur er myndin enn skýrari. Frá árinu 2015 hafa fasteignaskattar til dæmis í Keflavík hækkað nær 30% að raunvirði. Það er til ljóst að þessi þróun er ekki tilviljun, heldur kerfisbundin stefna. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsson umbót. Forseti gerir stutt fundarhlé.
Velkomin aftur kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestur og áheyrendur sem heima sitja. Meirihluti bæjarstjórnar hér með stutta bókun vegna fjárhagsáætlunar 2026–2029 sem hljóðar svo. Meirihluti Reykjanesbæjar hefur í vinnu við fjárhagsáætlun, rýnt í tækifæri til lækkunar á álagningarhlutfalli fasteignaskatt samhliða rekstri sveitarfélagsins. Meirihlutinn telur mikilvægt að komast til móts við íbúa Reykjanesbæjar vegna þeirra miklu hækkunar sem á fasteignaskatti milli ára og hefur því tekið ákvörðun að lækka álagningarhlutfall A-skatts sem snýr að íbúðarhúsnæði úr 0,25% í 0,23%. Gert ráð fyrir að C-skattur atvinnuhúsnæðis haldist óbreyttur í 1,45%. Til samanburðar þá sveitarfélögum heimilt að rukka alltaf 0,625% í fasteignaskatt fyrir A-skattinn og 1,65% í fasteignaskatt C. Á undanförnum 8 árum hefur meirihluti Reykjanesbæjar lækkað álagningarhlutfall A-skatts úr 0,36% í 0,25% og síðan 0,23% núna frá og með næsta ári. Álagningarhlutfall á atvinnuhúsnæði hefur einnig lækkað úr 1,65% í 1,45%. Til samanburðar, ef við hörum til annarra sveitarfélaga, staðan þannig fyrir árið í ár. Reykjanesbær fyrir A-skatt 0,25, Suðurnesjabær 0,28, Vogar 0,42, Akureyri 0,31, Akranes 0,27, Hafnarfjörður og Mosfellsbær 0,22 og 0,2. Þannig að við erum þarna tiltölulega lág en þið getið lesið þetta nánar í fréttatilkynningu sem við munum setja út. Þegar kemur að C-skattinum, ef við förum í samaburð við nágrannasveitarfélögin okkar og sveitarfélög að svipaðri stærð, þá Reykjanesbær með C-skattinn 1,45%, Mosfellsbær 1,49%, Hafnarfjörður lægstir með 1,39%, Akranes 1,61%, Akureyri 1,63, Vogar og Suðurnesjabær með 1,65. Þannig að við stöndum hana ágætlega á pari við samanburðar sveitarfélög. Það athyglisvert í ljósi þeirra góðu frétta sem að koma hér fram í fyrri drögum af fjárhagsáætlun að mögulegt að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts að Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur farið víða í fjölmiðlum málið núna undanfarna vikur eignar sér nú að við sjáum tækifæri til lækkunar en gagnrýnir á sama tíma C-skattinn sem lág í samræmi við sambærileg sveitarfélög. Meirihluti Reykjanesbæjar fagnar því að við getum rekstrarlega lækkað álagningarhlutfallið til að komast til móts við hækkanir til íbúa, en taka skal fram að hækkun á fasteignamati árlega hækkun sem kemur frá HMS vegna fjölda nýrra íbúða og hækkun á virði fasteigna sem Reykjanesbær ræður ekki við en fær enga síður til sín. Tilvitnun lýkur. Bæjarstjóri. Það við bókuna segir meirihluti Reykjanesbæjar? Já, meirihluti bæjarstjórnar. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Það rétt sér, það bæjarstjóri. Klukkan að verða 8. Bestu afsökunar á því. Ég glaðvakandi. Kæra þakkir fyrir athugasemdina. Orðið laust fjárhagsáætlun. Hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs þeir sem samþykkt geta vísa fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2026–2029 í síðari umræðu. Vinsamlega skifið þess merki og það samþykkt hér á öllum greiddum atkvæðum. Virðulegu bæjarfulltrúar, hér hefur formlegi dagskrá verið tæmd og við munum undirrita fundargerðan okkar rafrænt og því lýsi ég fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 707 hér formlega slitið.